þá ætti ég að setja fyrir lofti hérna, Hákon, ég gefi bara merki. Gjörðu svo vel. Já, sælverði og velkomin á 27. fund íbúðaráðs Grafarvogs, haldinn 2. febrúar klukkan 17. Ég ætla fyrst að nefna það að það er búið að breyta streyminu, þannig að þeir sem vilja sjá streymi þá er það á reykjavík.is/íbúðaráð. Fyrsti liður á dagskráni er verkhönnun verkefni í hverfi mitt, Grafarvogur, og það er kynning. Við reiknum kannski, erum vonast til að taka ekki mikið meira en hálftíma því að við erum svo von á gestum eftir hálftíma fyrir lið nr. 2. Og það eru Eiríkur og Bragi sem ætla að kynna þetta og gjöru svo vel. Já, takk fyrir það. Erum við byrja? Já, ég heiti sem sagt Bragi og hefur verið að sjá hverju mitt verkefnin. Ég vinn á framkvæmdasviðinu síðust, hvað hef ég verið síðan 2017. Og Eiríkur sem er innan í ráðhúsi hjá okkur núna, hann hefur verið meira svona að sjá samskipti við íbúa og meira svona, já, bara samhæfingu á öllu þessu batteríi. Þetta er orðið dálítið stórt batterí hjá okkur. Það er nýbúið að breyta í núna eins og þið þekkið sennilega að þetta var alltaf á hverju ári en er núna orðið annað hvert ár. Og þar af leiðandi höfum við mun betra tækifæri og bara tíma til þess að fara í nánara samráð bæði við íbúa og höfunda og útfæra hugmyndirnar bara betur með öllum sem þurfa að koma að því. Og þessi kynning er svona kannski hluti í því samráði að kynna þá hugmyndirnar eins og sem voru kostnar fyrir ykkur núna og þær eru komnar mislangt á veg. En við erum svona kannski aðalega að sýna ykkur eiginlega svona staðsetningarnar, fyrirhugaðar staðsetningar á þeim hlutum sem voru kosnar, eða kosin, eða kosið. Þannig að ég held að ég bara vindi mér í kynninguna nema Eiríkur vilji bæta ykkur við. En við erum semst í rauninni, já, Eiríkur. Þessa glæru. Ok, þetta er sem sagt, já, hvað hafa svona smá glæru til að sýna hvað er stödd í ferlinu, þar sem þetta er langt ferli, allt frá hugmyndasöfnun yfir í kosningar yfir í framkvæmdir og þannig erum við búin að gera svona grófa tímalínu. Þetta hófst alltaf hugmyndasöfnun og fór síðan þaðan yfir í yfirferð hugmynda og uppstillingu kjörseðla sem fór einmitt fram í fyrsta skipti núna með aðkomu íbúa á vettvangi íbúaráðanna. Og mjög góð þáttaka, meðal annars, ég held að í Grái var einn mesta þáttakan í þessum lið uppstillingunni. Síðan fórum við í frumhönnunverkefna og undirbúning kosninga, sem kosningar núna í október og síðan þá höfum við verið að undirbúa framkvæmdir og erum búin að vera að funda með hugmyndahöfundum, verið í samtali við ýmis grasrótarsamtök í hverfinu til að mynda íþróttafélögin og fleira til að svona hluti í þessu samráði og núna erum við komin að kynna verkefnin og hvað verkefnin eru staðsett og svona hvernig við erum að sjá fyrir okkur framkvæmdirnar sem við förum að stað með í sumar og klárast vonandi flestar í sumar. Annars bara aftur þín, Bragi. Já, takk. Það voru þó nokkuð margar hugmyndir sem voru kosnar í hverfinu og já, ég ætla eiginlega að segja að þú veist, ef við ekki bara bíða með allar spurningar og svoleiðis og þið með spyrja eins og þið viljið, en ef við bara rennum gegnum þetta fyrst og svo getum við farið að spyrja þessar hugmyndir, þá getum við farið yfir í borgarvefsíðu og þá getum við zooma aðeins niður betur og átta okkur betur á staðsetningum ef einhverjar þannig pælingar eru. Já, hér sjáum við svona dálítið dreifinguna á hugmyndunum eins og þær voru kosnar, dreifinguna hverfið. Og fyrsta hugmyndin sem kemur hérna í sem sagt að sjósins aðstaða við Geldinganesið og þið sjáu að það sem sagt bæði, það var líka kosið sem sagt að gera þetta að laga þennan akveg hérna niður og bílastæðin í kringum það sem að sjókajagraðarnir eru staðsettir
í dag. Þannig að það sýnt hérna líka, það var líka kosið. Og sjóðsins aðstæðan þar höfum við farið í heilmikið samráð við heilbrigðiseftirlitið og sjóðsins fólk og hinn og þessa aðila, og hugmyndin er semst að setja upp skýli sem er samt ekki eitthvað aflokað skýli, og sjóðsins fólk ekki mikið endilega að sækjast eftir því að geta farið í heita sturtu eða þess aftar, heldur miklu frekar að geta skólað skóna sem það fer í og skólað aðeins af sér saltið, og það fer bara betur með fötin þeirra, og svo þurrka sér og hafa staðir sem geta lagt frá sér fötin, hengtu upp og helst líka sé þau bara meðan þau eru í sjónum, að það sé enginn að væflast í kringum það. Oft maður með síma og alls konar, og það rigningi ofan á þau. Þannig að hér búið að setja niður þetta skýli. Ég er ekki með ennþá svona snið af því eða svona útlitstekningu ennþá, en þetta er þá svona timbrupallur með bekk hér, og hér kemur svona ulaga skýli sem verður með þaki ofan á, og þar verða þá sem sagt setbekkir og krókar til þess að hengja föt á, og svo hérna utan með verður sturta eða sem sagt kalt vatn til þess að geta skólað af sér. Þetta var tilvalinn staður vegna þess að þau eru að fara, sem sjóðsins fólki eru að fara yfirleitt hér út í svona dálítið, það er dálítið aðgrunnt hérna út í sjóinn. Og ef ég þá hoppa í næstu glærun, næstu hugmynd, þá var sem sagt fjallahjólasvæði í Gufunesi. Þessi hugmynd, sem sagt, það var í tengslum við hjólreiðaáætlunina sem að Katrín Atladóttir borgarfulltrúi hefur verið að leiða meðal annars, og Þórólfur garðyrkjustjóri og fleiri embættismenn og Gufunes bændur eins og við köllum þá, Atli og Hafsteinn, sem að sjáum flest allt þar, eru með inn í þeirri vinnu. Þannig að þau eru að rýna alls konar möguleika, og í rauninni afhentu við þeim í rauninni bara þetta verkefni til þess að taka inn í sína vinnu og útfæra þá heildrænt með því sem þau eru að skipuleggja. Þannig að ég þekki ekki alveg stöðuna því, mögulega þekki þegar betur hafið fengið kynningu að því, en það mun eflaust koma þegar meira verður ljóst hvað á að gera þarna. Og svo er það trampólíngarður við Rimaskóla. Hann vorum við að hugsa að staðsetja hér fyrir Norðanskólann. Þar erum við þá að hugsa bæði trampólín sem að geta nýst þeim sem eru í hjólastól, og þá nýtast fyrir alla auk þess, og svo aðeins svona öðruvísi formað trampólín, þar sem margir geta verið að hoppa saman eða að hoppa á milli og þess aftur. Þannig að það var þessi pæling. Það sé ekki að ég svona zooma inn og út, þetta er alltaf erfitt að sjá þetta eins og að sjá þetta, maður zooma niður. Ein önnur hugmynd var sem sagt Nuddfoss í Grafarvogslauginni, og þar eru sem sagt fasteignastjórinn og arkitekt hússins og forstöðumaður laugarinnar eru að vinna í því að útfæra það, og það verður í síðast ég vissi þá staðsningin í lendingalauginni eða sem sagt kennslulauginni, þar sem að rennibrautin, sem sagt eldri rennibrautin lendir út í þeirri laug, sem sagt að staðsetja fossinn þar. Já, þannig að hann tengist í rauninni bæði þá vaðlauginni og svo litlu lauginni. Svo var að setja stiga ofan í fjöruna við Gufunes. Það er nýbúið að malbika alla leiðina og alla leið upp eftir eins og sennilega vitið, og það var óskum að setja stiga ofan í fjöruna svo fólk ætti auðveldara með að komast hér ofan í. Þurfti ekki að príla mikið út, og hér er oft skemmtileg sandfjara. Næsta hugmynd er svo æslabelgur. Það voru kosnir í rauninni, við gerum ráð fyrir 2 æslabelgum
í Grafarvogi. Annar þeirra erum við að hugsa að staðsetja hér. Þetta sem sagt hérna fyrir neðan Logafoldina, fyrir neðan leiksvæði hér. Það er vatnspóstur hérna. Þetta er eiginlega alveg innst í voginum. Hér er leiksvæði. Vatnspósturinn er hér í dag og vorum að hugsa að staðsetja hann hér. Við erum búin að þvælast dálítið mikið hverfið með þessa staðsetningu og reyna að máta okkur við ýmsa staði og þetta er allavega eins og besta staðsetningin þetta er staðsetningin sem við leggjum til. Hin staðsetningin er svo í Bryggjukverfi við leiksvæði þar sem það er enda nýbúið að gera það upp. Það er ekki eins og það er hérna á loftmyndinni. Þetta er gömul loftmynd og staðsetja hann hér og þá tengja það betur við nýja eða endurgerða leiksvæði hér. Og á sama tíma það er mjög mikil vatnssöfnun hérna. Það er bæði stíflaður svelgurinn sem er hérna og þannig að við náum þá að laga það í leiðinni í annarri þannig að það þarf dálítið mikið að drena akkurat svæði hérna. Við lentum í það að leiksvæði hérna fór á flot eða hluti af því bara núna fljótlega eftir að það var klárað. Þannig að það verður lagað samhliða þeirri framkvæmd. Svo var það hérna aparóla í Gufunesi og hann ætlaði að staðsetja hér. Allt sem við erum að gera í Gufunesi og allt sem við erum að leggja til staðsetningarnar erum við náttúrulega alltaf í samræði við við getum segið umræðar aðila svæðana eins og þá Gufunes bændur eins og ég kalla það alltaf, ég veit ekki hvort þessi sattur í það en og eins skólastjóra eða þá sem að halda utan viðkomandi svæði. Og næsta hugmynd er svo, já, nú er ég svona út svo ég geti sýnt ykkur þetta. Það voru sem sagt kosið að setja upp jólaljós á völdum stöðum í hverfinu og þetta minnum við að útfæra bæði út frá í samráði við höfunda fyrir næstu jól. Okkur gafst bara hreinlega, við ætluðum að reyna að gera það fyrir þessi jól en það bara vannst ekki tími til þess. Það er aldrei stuttur fyrirvari eða sem sagt fyrir hverfastöðina að bregðast við því og þetta var aðeins kannski flóknara heldur en ég heldum fyrst. En það verður sannlega hægt að gera það fyrir næstu jól og þetta vinnum við alltaf með hverfastöðunum. Þeir þekkja líka hverju best og hvað er hægt að komast í rafmagn og þess aftur. Og svo vinnum við þetta líka með höfundum. Og næsta hugmynd er þá, það er eiginlega ekkert innan þessari mynd, en það er verið að kjósa að setja upp betri lýsingu á leiksvæðinu í Gufunesi og það er lengi verið kallað eftir því að setja upp betri lýsingu yfir kvöldið. Þannig að kastalinn sé betur lýstur upp og bara svæði í heild sinni og grillsvæði. Þannig að við munum þá leiða rafmagninn á svæðið og lýsa upp, lýsa svæðið upp aðeins betur. Þetta er ennþá eiginlega bara alveg í frumhönnun. Og svo er bara svona klassískt að setja fleiri bekki hér og þar í hverfið. Þar bæði erum við að horfa á staðsetningar út frá því sem að íbúar hafa nefnt í hugmyndasöfnuninni og eins bara það sem að við vitum að oft vantar eða hefur verið áska eftir í gegnum bara ábendingavefinn. Við reynum að bregðast við því, fylla inn í rauninni bekkjanetið okkar sem er orðið ansi viðhöfnt. Hér er svo, hin hugmyndin sem var bílastæðið sem ég sýndi ykkur áðan, bílastæðið í Geldinganesi. Þá erum við að laga veginn frá strandveginum. Hann verður bara heflaður og borið í hann og reynda að afmarka bílastæðin betur. Við höfum eftir að kynna þessa útfærslu fyrir sjókajakfræðara klúbbnum sem var líka hugmyndahöfundur, hvort að þetta sé ekki það sem hann var með í huga. En þetta er allavega það sem við lásum út úr að óskin væri. Svo er það hér að lýsa göngustíg með fram strandvegi. Þetta verkefni, ég veit ekki hvort þið vitið að það sé fyrir 3 árum þá var sambærileg hugmynd kosin til framkvæmda líka.
Hún hefur ekki verið framkvæmd. Það er ýmislegt sem hefur komið í veg fyrir að það hafi verið hægt. Helst er þá náttúrulega að nefna það að það var í vinnslu svokallað ljósvistarskipulag sem held ég núna búið að samþykkja niður í borgarráði, en þar hafa einmitt verið pælingar hvort að þar hefur verið að hugsa myrkurgæði og þess að við viljum kannski ekki endilega lýsa upp alla borgina, og þá kannski erum við að spá í þarna hvernig útfærslur á ljósum, og í rauninni munum við þá bara fela svo upphæð sem var kosin síðast og leggst bara saman við þessa, og það verður mögulega fundin enn stærri pottur og lýsa bara meiri hlutan af þessari leið eins og þetta liggur fyrir núna. Semst þá frá fyrir neðan Strandveginn. Og þá eru það að öllu líkindum staurar eða semst lýsing sem myndi dempast á kvöldin og mögulega slökkna á henni alveg eitthvað leyti, en þegar einhver labbaði framhjá þá eru hreyfiskynjar og ljósstaurum og þá myndi ljósi kvikna og svo slökkna aftur þegar viðkomandi eru farin framhjá. Þannig að það eru alls konar svona pælingar sem við getum núna gert með allar þessari LED-væðingu sem á sér stað í borginni. Þannig að möguleikarnir eru orðnir miklu betri og fleiri núna heldur en. Þannig að þetta á eftir að vera skemmtilegt. Og þetta setjum við yfir til hans Ársæls sem á gatnadeildinni og hann útfærir þetta með sínu fólki í rauninni og sínu verktökum. Og við bara í rauninni fylgjumst með og fylgjumst með að þetta verði fylgjumst með framvindu verkefnisins. Svo það síðasta verkefni, það Aparólan, Aparóla í norðanverðum Grafarvogi, og það voru nemendur í Víkurskóla sem lögðu til þessa hugmynd ásamt mörgum öðrum, og þetta var það sem var kosið og við erum sem staðsettum þarna, og skólastjórinn lagði þetta fyrir skólaráðið og það voru allir glimrandi ánægðir með þetta. Ykkur að segja og komið hugmyndur það að nemendur út af þetta eldri bekkjaskóli myndi ekki leika sér í Aparólu, en ég var reyndar þeim ósammála, en allavega ef ég fer aftur í tíman í 8. og 9. bekk þá hefði ég alveg leikið mér í Aparólu, og það var alveg svarið líka frá skólastjórunum þegar við bárum undir hana að það yrðu allir ánægðir með þetta. Já, og þá ég búinn að sýna ykkur allar hugmyndirnar. Já, takk fyrir góða kynningu og greina góða. Orðið laust, Valgerður var búin að biðja orðið, gerðu svo vel. Takk og takk Bragi fyrir kynninguna á þessum flottu verkefnum. Mér finnst svona langt síðan að hafa verið svona mörg spennandi verkefni sem hafa verið samþykkt í Grái. Þannig ég brjálæðislega spennt. Mér langar samt að mín 5 cent með Æslabelginn. Hafið eitthvað spáð í, þetta náttúrulega bara frábær staðsetning á honum, ég ekki að setja út á hana, en pældu eitthvað í því að setja hann við Egilshöllina, því ég veit að það eru oft krakkar náttúrulega koma og þurfa að bíða svolítið eftir æfingum og bíða eftir strætó og svo framvegis. Annað, af því þú talar bekki, þekkirðu það, var ekki búið að leyfa fólki að gefa bekki, svona eins og gert erlendis. Þannig að ég var bara að spá í, það eitthvað gert og hvernig get ég sem íbúi Grafarvogs, að því ég labba nú ótrúlega mikið út allan Grafarvog, bara til dæmis gefið eitt bekk og haft í Voginum. En annað, vegurinn sem þeir eru að fara að laga, verður hann ekki lagaður alla leiða, því þarna fara hundaeigendur og leggja þarna innst. Það sjógangur þarna yfir allan veturinn, þannig að þetta ætti eiginlega bara svona að vera vorverkefni alltaf að bera í hann, mér finnst það allavega. Og svo síðasta, það þessi lýsing við Strandveginn. Ég setti þetta einhvern tímann inn á íbúar í Grái og ég var verið dugleg við það að setja alls konar hugmyndir þar inn, og töluvert síðan ég fekk gríðarleg viðbrögð. Ég held bara sjaldan fengið jafn mikil viðbrögð við einhverju tillögu,
Og ég spurði einfaldlega, á ég að setja fram tillögu um það að lýsa? Margir voru mjög neikvæðir. Þannig að bara að þetta sé gert í fullu samráði líka við næstu skref íbúa. Ég er ekki að segja að ég sé eitthvað á móti þessu, en bara við pössum að halda íbúum alltaf vel upplýstum í svona verkefnum sem geta komið sér, eða sem það getur einhver tekið illa. En annars ætla ég bara að takka fyrir góða kynningu og flott verkefni. Algjörlega. Takk fyrir það. Já, það byrja kannski á þessu hér. Það er aðeins stærra mál að laga hann allan, hann minnir mig sérstaklega slæmur hér, en við lögum hann reglulega. En það held ég bara hreinlega ekki ætlast til þess að við keyrum út í Geldinganes. Þannig að það er svona, en hann hefur honum hefur verið svona haldið svona hæfilega mikið við eftir að það hætti að vera malarnám hann úti. En já, ég bara þekki það ekki, en það yrði miklu stærri framkvæmd og miklu kostnaðarsamari heldur en bara hér niður eftir. En hér er vegurinn eiginlega kannski mest notaður líka, hann og illa farinn í brekkunni hérna. Þannig að við byrjum allavega á þessu og svo mögulega, það komu náttúrulega fleiri kosningar líka eftir þessa og það var þetta leggin hugmynd þar sem við myndum halda áfram bara með veginn og gera hann almennilegan veg. Þessuna. Já, einmitt með lýsinguna, já, við alveg búumstu því að það verði að fólk verði með og á móti, ef þú má segja. Vegurinn, ekki vegurinn heldur stígurinn skilgreindur sem svona forgangsstígur í dag í kerfinu, bæði sem hjólastígur og hann með forgangshreinsun á sér líka, þannig að þetta tengist líka því að hann verði upplýstur samkvæmt þessu ljóslistarskipulagi sem var lengi í vinnslu hjá borginni. Þannig að ég get ekki alveg svaraði, þú veist, auðvitað held ég að þetta verði kynnt með einhverjum hætti, en hversu víðtækt íbúasamráð verður veit ég ekki alveg, en ég skal koma þessu áleiðis til hans Ársæls til þess að hafa í huga varðandi út af því að hún alltaf í verkhönnun og undirbúningi hjá okkur, þannig að þetta fínt að fá þessar ábendingar núna. Egilshöllina skoðum við ekki vegna þess að við bara höfum ekki heimild til þess að vinna inn á einkalóðum, eða semst inn á lóðum. Þetta ekki borgarland. Það gæti alveg verið sniðugt einmitt bara að Egilshöll sjálf myndi setja upp Æslafelli á sér, bara eins og Kringlan hefur gert. Þannig að það gæti verið alveg punktur, en við vorum, já, en það líka alveg, einmitt, þetta yrði svo dálítið samtal við hver á að reka belginn, hver á að sinna honum inn á einkalóð og samkvæmt rekstraraðilum og búa til einhverja samninga. Þannig að við höfum, og regluverkefnisins eru þannig að við höfum í rauninni hafna hugmyndum sem inn á lóðum, einmitt til þess að einfalda hlutin, og sumir lóðarhafar eru bara alls ekki til í það og sumir lóðarhöfum eru mjög margir lóðarhafar og allir þurfa að vera sammála og þannig að það getur verið dálítið flókið. Og já, hitt sem þú sagði með bekkina, það ég þekki bara þetta, ég tók þátt í með honum Þórólfi, það hefur reglulega verið óskað, þá hefur borgarráð tekið við fyrirspurninni, eða tekið við beiðni eða tillögu að gjöf frá íbúum bekki, svo kallar minningabekki. En auðvitað getur líka bara gefið bekk, en langar til að gefa bekk, en það þarf ekki að vera til minningar en oftast það þannig og þá ákveðin ferill sem í rauninni garðyrkjustjóri með og það sem við þökkum fyrir og þetta verður, það tekið við þessu alveg hygglust og það fer svona formulegan ferill í gegnum þá garðyrkjustjóra sem Þórólfur Jónsson. Hann heitir enda deildarstjóri í náttúru og garða, en ég segi alltaf garðyrkjustjóri út af það gamla heitir og þaðan fer það skipulagsráð og svo samþykkt í borgarráði, þannig að svona bara til upplýsinga fyrir borgarfulltrúa. Já, takk fyrir þetta. Næst Berglindar líka með búin að biðja orðið.
Já, herri, ég ætlaði bara að þakka góða kynningu og þetta áhugavert og mörg spennandi verkefni þarna. Ég er gríðarlega glöð að sjá það að kemur ærslabelgur hérna í Bryggjukverfið og mér langaði til að kanna, einhver svona framkvæmdar áætlun hjá ykkur vegna þess að nú gengi mikið þetta hverfi og þetta svolítið bagalegt þessi bleyta sem á þessu svæði og mjög skemmtilegur þessi nýji leikvöllur sko. En þessi bleyta og líka, þannig að maður, sést, það kannski núna þetta bara gler í þessu frosti en annars getur maður bara sokkið upp á ökla, þetta svo óþægileg bleyta. Hvort það sé eitthvað framkvæmda áætlun svona hvenær má búast við þetta verði og axlaböksturum koma, hvenær þetta verði hugsanlega lagað? Já, þetta verður gert núna í vor og sumar. Við, mögulega getum við eitthvað byrjað fyrr að skoða drenmálin. Já. En þetta verður framkvæmt í ár. Það alveg, þú veist, já. Fyrir næstu vetur ætti þetta vera alveg komið í lag, sko. Komið í lag, já. Og ég mjög þessi, þetta ört vaxandi hverfi og íbúafjöldi og barnafjöldin hefur aukist gríðarlega þannig að þetta mjög kærkomið að fá þetta. Takk. Já, takk fyrir. Nú klukkan að vera hálf, þannig við vonandi verðum svona frekar stuttorðið en Árni næst nú orðið. Takk, gjörðu svo vel. Já, sæll, ég ætlaði bara eins og hina að þakka fyrir þessa kynningu. Ég ánægður að heyra að það hefur verið í sambandi og samráði við þá sem að hluti af máli og það gott. Örstundum hennan stíg sko, sem við verðum að tala um upplýsa, það hafa verið mjög skiptar skoðanir þetta. Þetta hefur komið til kasta íbúa hverfisráðsins og ekki komist á en auðvitað náttúrulega ljós í dag pílut öðruvísi en þeir voru bara fyrir 10 ára síðan, þannig að þessi ljósmengun ekki eins mikil, þannig að ég í sjálfu sér bara treysti ykkur til þess að gera það vel sko. Eitt sem ég langar að vita í kosningunum 2018 var samþykkt myndeftirlitskerfi í Grafarvog. Það hefur verið fátt svör í öll þau fjölmörgu skipti sem spurt hefur verið það og meira að segja ónefndur borgarfulltrúar beitt sér á móti þessu opinberlega en fólki valdi þetta og ég spyr hvað að frétta af þessu? Takk. Sko, það sem að frétta af þessu að ég hef í rauninni bara verið að bíða, ég hef alltaf, það hefur ekkert verið vandamál fyrir mig að framkvæma þetta. Það hefur ekkert staðið á því. En þetta fór í eitthvað hnút og flækju í embættismannakerfinu og í kjörnu fulltrúakerfinu ef við getum talað um þannig. En það búið að leysa það með samtölum sem ég hef ekki komið að en hann hefur leitt að borgarritari, hann Þorsteinn, borgarritari, ég ætla bara að segja það, ég man ekki nafnið hans, akkurat núna. Og þannig að það búið að, held ég, ætti að vera búið að lenda því. Síðast ég vissi þá það núna í skoðun hjá persónuverndar fulltrúa borgarinnar og mun svo fara fyrir borgarráð til upplýsinga að þetta sé að fara í gang. Þannig að síðast þegar ég vissi, og það var bara fyrir 2 eða 3 vikum, þá ætti ég að fá í rauninni heimild til þess að fara í þetta núna með vorinu. Þannig að ef allt gengur. Já, persónuverndar fulltrúan getur spjalla við fulltrúana í nágrannasveitarfélögum því ég held ég geti fullyrt að öll nágrannasveitarfélög Reykjavíkur eru með svona eftirlitskerfi. Þannig að það ekkert í persónuverndarlögum eða neinu, þarna einhver persónuleg stífni, einhver aðila og þegar fólk velur eitthvað þá bara á það að standa, ekki einhver persónulegar skoðanir örfára sem að ætla að loka fyrir það sem heilt hverfi valið. Takk fyrir. Algjörlega. Og það einmitt það sem við gerðum áðurum við fórum yfir hugmyndirnar og við tölum við sveitarfélögum við hliðina sem höfðu nýverið sett upp, held ég einmitt eins og segja bara öll og það var annarkvort verið kosið í hverja kosningunum eða bara verið sett upp og þá litum við á sem heldum utan verkefnið að það væri ekki tíð til fyrirstöðu fyrst að aðrir væri búin að gera það og þess vegna hleyptu við því áfram. En svo kom þetta okkur dálítið óvart hvernig var svo buðust við. En það vonandi að leysast núna. Takk fyrir þetta. Heimir hefur beðið orðið. Já, það var bara varðandi bekkina, Bragi kom inn á en Pavel Bartósek, formaður skipulags- og samgönguráðs, dottinn inn á fundinn, hann að koma inn undir næsta lið. Pavel, ávarpaði Bragi þetta, hefur eitthvað við það að bæta?
kannski ekki nema það í raunin þá að því að þessi hugmynd hefur komið út úr Betri Reykjavík og við erum raunin bara að formgera hana formlega, þannig að þetta þá ekki sko einhver svona aðtók ákvörðun samþykkt skipulags- og samgönguráðherrunni formlegan feril þetta og ákveðna verðskrá, þannig að þetta orðið svona svolítið formgert, þetta var þetta vinsæl hugmynd og þetta eins og þetta sótt þá til skrifstofugæða sem Þórólfur, það svolítið hans skrifstofa, en þetta svo að það sé sagt að þetta hugsað í rauninni minningabekkjum látna einstaklinga. Það hafa ekki verið að koma, þessi ferill ekki hugsaður sem að sko eitthvað íþróttafélag eða einstaklingar ég ekki að útiloka að það ekki vel tekið í það, en það eins og bara ferillinn slíkur hugsaður sem minningabekkir. Og það eru það er til tvær útfærslur sem hægt að þá held ég að velja í dag með án áletrun og með mismikilli og það er ákveðin svona þjónustustig sem fylgir því. Frábært. Það hafa ekki fleiri beðið orðið. Ég þakka ykkur. Já. Bragi og Eiríkur kærlega fyrir kynninguna. Já. Ég bæti bara einu við sem væri kannski dálítið sniðugt bara fyrir íbúaráðið, kem því bara áleiðis að þið ættu mögulega bara að biðja hreinlega kynningu á mögulega hvernig upplýsingin á strandstígnum á að vera. Þú veist, þá fáið bara ársæl til að kynna fyrir ykkur fyrirhugaðar framkvæmdir og þú veist með vorinu. Það er bara ábending að þið getið alltaf kallað okkur til upplýsinga oft á tíma. Já, takk kærlega fyrir þetta og takk ykkur kærlega fyrir. Þá er lið 1 lokið og næst á dagskránni er liður 2, samgöngutengingar frá Gufunesi við Strandveg og samgöngumáli í hverfishlutanum okkar. Þetta er til umræðu og það eru skrifstofa samgöngustjóra Bjarni, Rúnar og Höskuldur og síðan er Pavel formaður skipulagsráðs. Ég veit ekki hver byrjar, en gjörðu svo vel. Ekki best að þú byrji, Bjarni? Já, ég ætla að benda á Anna Ragnheiður var með upprætta hendi áðan. En núna... Ég var svo óvæg. Ég ætlaði bara að spyrja hvort það hefði eitthvað verið skoðað til þess að heimennan Æslabelga því að það er nú greinilega eitthvað, ef ég skildi rétt, átti einn að vera í Bryggjukverfinu og hinn átti að vera við Rimaskóla eða var það ekki rétt skilið hjá mér? Eru þau farnir? Það var ég hugsa hvort það hefði eitthvað verið skoðað. Hann átti að vera fyrir endan í Gráinum, í Voginum sem sagt. Já, þess að var ég hugsa hvort það hefði eitthvað verið skoðað að hafa frekar nær sundleginu þar sem væri miklu fleiri. Já. Ég misti af að Anna hafði sett upp hendin einhvers þar. Já, við skoðum nær sundleginu, við skoðum hjá Foldaskóla. Þar var staðsetningin, það gátu ekki sett út á í raun að sleðabrekk sem var meðleggja. Við skoðum líka aðeins fyrir neðan Dalhús, þar sem skíðabrekkan er. En við finnum ekki hendur á staðsetningu þar í raun og meðan þar forsöldir sem við setjum okkur. Við viljum ekki vera of nálægt íbúðum upp að hávaðamengun. Og síðan erum við líka bara að horfa á að ná að dreifa verkunum. Vogurinn er stór og mikill sko og við erum nú þegar því þá vogurinn er með einn afturlöngu þegar í Gufunesi og þið verður bara með flesta Æslabelgja næsta ári með 3 og ég held að það sé bara góð byrjun en við þurfum líka alltaf að geta hlosið eitthvað á næsta ári líka. Ok. En já, við skoðum Voginn vel hér. Það var eins og vel ég gat sko, en við ekki bara. Já, vonandi svara þetta. Já, takk fyrir bara og afsaka Anna, ég skildi ekki sjá að beðið orðið. Það stingi af núna. Takk fyrir. Þá höldum við bara áfram með lið 2. Takk. Já, það er kannski ein spurning áður en við hefjum. Þetta er raun og veru 2 aðskilin mál sem við erum með. Var eitthvað komið hvort að átti að vera undan? Það er sem sagt tenging við Gufunes annars vegar og Víkurvegur Borgarvegur hins vegar. Þessi skiptir ekki máli hvort þið tökum undan. Það skiptir heldur ekki máli, takk þetta bara í einhverju röð. Já, hljóma vel. Ok, þá byrjum við bara á Víkurvegi Borgarvegi. Það held ég sé þægilegast.
Víkurvegur Borgarvegur, þetta snýst sem sagt gatnamótin sem eru hérna Víkurvegur Borgarvegur Fossaleyni. Þau hafa verið, hvað maður segja, lengi undir radarnum hvað varðar umferðar öryggi á gatnamótunum. Og svo núna þegar að leiðanetinu var breytt, þetta sem sagt í raun og veru sem ég að sýna núna er leiðanetið eins og var kynnt í febrúar, ef ég man rétt, 2021. Og það byrjað að keyra leið 6 eins og leið B sýnt hérna, þannig að hún fer hérna í gegnum spöngina og endar hérna við Egilshöll. Eins og sést á þessu leiðaneti þá var gert ráð fyrir strætóstöðum hérna sitt-hvoru megin við litla hringtorgið að Egilshöll og til þess að koma fyrir endastöðinni fyrir þessar leiðir hérna þá hefði þurft að fara í að gera sitt-hvora stöðina sitt-hvoru megin við innkeyrstunina að Egilshöll og hérna farið töluverðar breytingar á þessu hringtorgi hér. Hins vegar sá okkur tækifæri í því að fara frekar í það að gera eina góða strætóstöð þar sem að strætóstöðin í dag og mögulega breyta þá þessum gatnamótum hérna úr ljósa gatnamótum í dag í hringtorg. Og til þess að meta áhrifin af því að þá fengum við Eflu verkfræðistofu til þess að skoða sem sagt afköstin og umferðaröryggið og þeirra niðurstaða var sem sagt að árdegis þjónustustig gatnamótanna, eða reyndar árdegis og síðdegis þjónustustig gatnamótanna í dag D og yrði F ef að hægri beygjuvasarnir eru teknir. En með hringtorgi þá yrði þjónustustig gatnamótanna betra eða B, sem sagt því nær A, því betra. Og sama gildir síðdegis að þjónustustigið á hringtorgi ætti að vera B líka. Það samtvinna með ávinningnum sem að fæst að því að breyta gatnamótunum úr ljósagatnamótum í hringtorg var til þess að mat ráðgjafana væri að hringtorgið væri ágæðislegasti kosturinn. Þannig að við settum af stað vinnu við að forhanna þá hringtorgið á þessum stað. Við fengum Vaffinsó til þess að gera það og þá breytingu á strætóstöðinni til þess að geta nýst sem endastöð. Og niðurstaðan í raun og veru plaggið sem við sjáum hérna. Það þarf að fara í ákveðna breytingar á minna hringtorginu til þess að einhverja leiðir geti snúið við en það hefði hvort þurft að gera það og þetta eru minni breytingar á þessu hringtorgi heldur en hefði þurft að fara í ef að borgarlínuvagnar ætti að geta snúið hérna við eins og lagt það til í nýju leiðanetti. En út úr þessari vinnu þá ættum við að fá töluvert betri gatnamót bæði flæðislega og öryggislega. Þetta var svona kannski styttra erindið af þessum tveimur grunnamönnum. Já, takk fyrir. Ég veit ekki að taka bæði erindin en viljið þið spyrja eitthvað út í þetta fyrst? Já, Árni gjörðu svo vel. Já, takk hérlega fyrir þetta. Ég fagna þessu. Þetta eitt af þeim málum sem við erum búin að kalla eftir árum saman að bæta gatnamótin og eins og við þekkjum að þá T-gatnamót ljósastýrð og eins og þarna og eins gatnamótin á það sem Hallvegurinn tengist Víkurvegi fyrir ofan. Þetta eru slysamikil gatnamót og umferðaröryggi bætist verulega við að breyta þessi hringtorg. Íbúar hafa mikinn ímugust á þessu spæleiki sem þarna nær Egilshöllinni og það skilur engin tilganginn með því. Og mig langaði að spyrja hvers vegna þess ekki útreimt og eingöngu hafðar hægri beygjur þarna. Semst að akreinin sem vestarakreinin verði bara heil en það sé hægt að keyra inn á planið frá eystri-akreininni, vestarakreinin verði bara heil og eins út á hana og bara afleggja þetta. Takk. Það hefur svo sem ekki verið eru kannski fleiri spurningar sem viljið taka fyrst með eða? Já, Valgerður var með eina spurningu, gjörðu svo vel, Valgerður. Ég bara kláraði þarna og ég kem svo bara eftir. Ok. Varðandi hægri, það hefur ekkert verið skoðað neitt sérstaklega en hugsunin auðvitað sú að þetta eiginlega aðal tengingin inn á
sú tenging sem að flestir nota inn á bílaplani við Egilshöll þegar akað þangað og það töluverður massi sem er hérna norðan megin og á leið þá norður eða suður Víkurveginn kemur norðan megin inn á hringtorgið sem að annars myndi þá þurfa að fara inn á þessi gatnamót við Víkurveg Borgarveg og einhvern veginn þannig inn á Egilshöllina. Og aftur fyrir þá sem eru þá á leiðinni tilbaka og eiga leið til suðurs að þá þurfa þau að fara inn á Víkurveg Borgarveg til þess eða inn á Fossalein og síðan inn á Víkurveg Borgarveg í staðan fyrir að fara beint inn á Víkurveg núverandi tengingu. En þetta hefur svo sem ekkert verið skoðað ávinningurinn að því að loka þessu og hvað það kosti í breyttum ferðatíma og þess háttar og væri mögulega eitthvað sem að vera hægt að skoða. Já, Valgerður, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég bara tek undir með þetta. Ég fagna þessu innilega, bara tími til kominn. En ég náttúrulega, þegar ég sé hvað þið eru viljugir að gera mikið hérna, þá vill ég fá meira og vera svolítið gráðug og það eru náttúrulega önnur greiðlega hættulega gatnamót þarna rétt hjá og væri ekki bara halsvegsgatnamótin og af því þeir eru að fara að bjóða út framkvæmdir þarna á litla hringtorginu og þessu stóra þá ekki bara tilvalið að taka og skella hringtorgi líka þarna á halsveg. Hafið eitthvað skoðað það og þá er raun og veru bara hver hagkvæmnin væri að því að bjóða út þessar framkvæmdir þá er raun og veru 3 hringtorg öll saman. Ég þekki ekki hvort það hafi verið einhver samtal þessi gatnamót hérna en vandamálið að Reykjavíkurborg ekki veghaldari af halsvegi, það vegagerðin og raun og veru þá vegagerðarinnar að breyta gatnamótunum ef hún kýs að fara þá leiðina. Auðvitað hægt að hefja það samtal með einhverjum hætti og væri eflaust hægt að koma af stað. Ég var að viðurkenna, ég hef ekki rannsakað þessi gatnamót nógu vel til þess að þekkja jafn vel og ég þekki Víkurveg Borgarveg. Það má segja, ef ég má tróða mér aðeins inn í, það má segja í rauninni ef maður horfir á til dæmis, þetta er alltaf spurning forgangsröðun, við erum að marga staði í borginni sem við erum með augun á og þurfum að laga og þá má segja að gatnamót við Borgarveg, Víkurveg eru náttúrulega að koma töluvert verð útslýsanlega séð og sérstaklega bæði náttúrulega út af umferðarmagni en líka við erum náttúrulega með gangandi hjólandi vegfarendur þarna og við höfum verið að fá þá tegunda slísunar sem eru eitt af stóru vandamálum okkar og þessi gatnamót í rauninni koma ekki illa út með margt annað sem við erum að horfa í borginni þannig að þess vegna höfum við þurft að forgangsraða fjármagni í aðrar aðgerðir. Já, takk fyrir þetta. Það var ekkert fleiri beðið orði. Ég vil bara líka lýsa ánægju mínu með þetta hringtorg þarna. Þetta er örugglega til mikilla bóta. Þannig að ég þá ekki bara taka næstu gatnamót fyrir ef enginn hefur fleiri spurningar varðandi þessi. Höskuldur, varst þú með eitthvað? Viltu að ég henda upp bara? Ég skal taka orðið. Til, sjá hvort ég geti komið hérna. Skjánum mínum yfir. Já, ég fengu svona svolítið óljós hvað vildi ræða en þá allavega virtust vera áhuga að vita meira hvað er að gerast hérna upp í Gufunes. Nennir að fara í stillingar fyrir birtingu og skipta skjá. Afsakið. Okay. Til. Þurfti ekki bara að velja annað view? Ég finnst lustu svolítið leiðilegt undir þessi skjár og sýning. Þá náttúrulega þetta koma það. Sjáðu ekki núna sjálft sjóið. Frábært, takk. Já, sem sagt, við fréttum að þið vildu fá að tala við okkur ýmislegt umferðartengt og þá sérstaklega voru það velta fyrir ykkur með Gufunesið. Hvað ég að segja, það var að mér skildist spurning með þessa tengingu, af hverju við værum ekki að notast við gömlu tengingunni
og svo einhverja spurningu hvernig þetta myndi tengjast við Sundabraut. Ástæðan fyrir að við viljum ekki nota þessa hérna tengingu á hérna gamla veginn að við fáum svolítið óhentu gatnamót hérna lengst niðri, bara hvernig umhverfi og við erum náttúrulega með svona útvistasvæði þarna sem við reynum að draga af, þannig að það er æskilegt að taka umferðina burtu þaðan. Og við erum líka með veg sem að við myndum fá töluverðan hraðakstur á og hætta ákveðnum slysum og svona óhentugt að halda henni. Þess vegna talið betra að við myndum geta náð góðri tengingu hérna beint upp á aðalveginn. Og þá kemur náttúrulega líka betri tengi hérna upp í spöngina og það svæði sem þar. Og gert ráð fyrir að þessi vegur muni þá fara undir Sundabraut þegar það kemur. Og svo gert ráð fyrir að sé stígtengi hérna og svo í vinnslu ýmislegt í kringum stíga þarna í framtíðarpælingum meðfram Sundabraut. Gatnamótin sem við hugsum, þetta eru gatnamótin sem við munum sjá hérna uppi við strandveginn. Þá verður gert ráð fyrir svona kanalísum gatnamótum þar sem við munum beygja grein og gert ráð fyrir biðskyldu. Það var greint frá Eflu, var metið í rauninni hvernig mismunandi gatnamót myndi þola umferðarálagið og þá var niðurstaðan að þetta yrði besta lausnin að sinni þarna. Meðalans var verið að bentu niðurstöðu til á vissum tímum dagsins yrði slæmt fyrir umferðarflæðið að hafa hringtorg fyrir þennan hérna straum sem kemur frá restina af borginni og þetta beginn á Guðnesinu. En þetta eins og við verðum að hugsa gatnamótin. Og sama leyti ef við kíkjum aðeins á stíginn, þá er verið að gera ráð fyrir hérna, við erum náttúrulega nýlega búin að reyna að bæta stígatengingar hérna og það er aðeins búin að breyta hönnuninni hérna, þannig að passa betur við að hefur skilist, en þá er gert ráð fyrir tengingu hérna niður í hverfið, tiltölulega beint, og gert ráð fyrir að þeir sem eru gangandi geti tekið hérna tröppur niður hérna, en við þurfum svona boga til að ná ásættanlegum höllum ef við erum ekki með tröppur. Hvað getum við sagt meira? Já. Þannig að ef við horfum hérna á kort. Þá erum við að fara að fá vegtengingin kemur hérna upp. Einhvern gert ráð fyrir í Sundabraut að þá verði í rauninni hérna breytist þessi gatnamót líklegast í hringtorg hérna. Og svo komið stígur hérna upp. Já. Svo nú kannski spurningin, af því að eins og því var ekki alveg skýrt hvað þið vildu ræða við mig, að hvað þið viljið, við hefum ekki opna bara fyrir orðið. Jú, takk fyrir þessa greinagóðu útskýringar og orðið er bara laust. Og ég sé Anna hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Anna. Já, ég er með alveg bara fullt hérna. Ég ætla kannski bara, ef þú myndir sýna okkur aftur þessa mynd þarna sem þú varst með. Ég veist svolítið ekki nógu skýrt hvernig, ég er náttúrulega ekki hérna, þessi rauði kassi sem voru með þarna í kring, ég skil þetta ekki alveg, ég vil bara segja hvar á vegur nákvæmlega vera og af hverju má hann ekki vera þar sem hann er núna. Ég menn, það er bara sett hraðahindrun. Ég meina, það er 50 hérna á veginum hérna upp frá, ég keyri þetta hverju degi, það er 50. Það er enginn að keyra, jú, kannski á 60 eða eitthvað. Ég skil ekki hvað hraðakstur þið eru hræddir við. Til að útskýra þetta og ég skildi akkur að vera að bæta við einni slaufu í viðbót eða eitthvað, þetta er bara lengri leið fyrir þá sem búa þarna sem er ekki ennþá búnir að fá veg sem er náttúrulega bara í fyrsta lagi algjör skömm fyrir Reykjavíkurborg. Hvaða slaufu meinar þá hérna? Ég meina þú ert að fara hana, ertu ekki ætlar að sýna mér hana, þú þarf hana alveg við hjá listaverkunum, á ekki vegurinn að koma þar? Ertu að meina þegar ekki Sundabraut? Þá í rauninni Nei, ég er bara að sjá hvað þið ætla að setja veginn núna. Ég skil þetta ekki. Ég fannst það ekki nóg skýr. Já, og hvar er hann núna?
Svona sjá, ætli það sé ekki best að ég sýni það bara á loftmynd. Þá í Já, rauninni einmitt. vegurinn, þá hérna erum við með Strandveginn, hérna er Borgarvegurinn og hérna er Já. núverandi vegur. Þá í rauninni kemur hann Já. hérna beint á. Þannig að þið komið fyrr inn á Af hverju Strandveginn. er að gera það? Hvaða máli skiptir það? Í rauninni Ég erum við að meina, fá fólk okkur, það þarf alltaf að halda við báðum þá vegunum, hvort sem er. Það þarf alltaf að vera hinvegurinn út af bæði skemmtigarðinum og því. Þannig að ég skil ekki Það okkur að vera að setja auka inn þarna á miðjum vegi. það má segja í rauninni að þá má gera ráð fyrir að það verði ekki opið fyrir umferð áfram gamla veginn, býst ég við. Þannig að En þá hvað erum þið við þá að gera þarna sem ljósin eru núna? það í rauninni, Verða það þessi ekki ljós þar? gatnamót verða áfram í rauninni eins og þau eru, nema það verður Já. þá líklega ekki haldið áfram ekkert aka hérna, heldur þetta verður þá aðeins að útvistarsvæðinum hérna. Já, Það- ok. það var Má ég þennan þá veg, spyrja þá þig fyrir ekki hvað ég er eitthvað ákveðin, en ég skil ekki ef að vegurinn kemur upp þarna þvert yfir það sem þú ert að lýsa, Já. hvað verður þá það? Hringtorg? Það er gert ráð fyrir að Hvernig kemur? það verði í rauninni venjuleg biðskyldu gatnamót þarna sem að eru, sjáum til hvort við getum ekki fundið einhver í rauninni ekkert ósvipuð og gatnamóti sem við erum að sjá svona gatnamót. Svo er á Ég Strandvegi. skil ekki akkur það að gera það. Ég bara, þú veist, ég keyri þarna nánast hverjum degi og ég skil ekki akkur það að vera að bæta, menn þú veist, er það ekki bara til að auka slysahættu? Er ekki miklu betra að hafa þá annarkvort hringtorg þarna og halda þessu þangað til að Sundabraut kemur og breytir þessu þá til framtíðar? Ef ég grípa aðeins orðið, ég skilði hana mjög vel. Já. Það er tvennt í þessu, annars vegar við Rimaflöt og þar, ljósagatnamótin. Ef þú Já. ferð aðeins þangað, Höskuldur, að það er tengingin við Gufunes til suðurs inn á bílaplani þarna við skemmtigarðinn og þar, eða við, já, ekki skemmtigarðinn heldur Gufunesgarðinn, og síðan til norðurs í skemmtigarðinn, að þær eru það nálægt að það er illmögulegt að koma fyrir með góðu móti hringtorgi á þessum stað. Af því að þessar tengingar þurfa að vera áfram. Greiningin frá Eflu sem að Höskuldur vitnaði í áðan sýndi okkur að til að byrja með er best að vera með gatnamót þar sem að forgangur er skilgreindur með biðskyldu, út af því að straumurinn sem að fer niður úr upp á Strandveginn frá Gufunesi er það lítill að hann ætti erfitt með að komast inn á Strandveginn með góðu móti, bara svona svipað eins og er í raun og veru á á hringtorginu við á Vesturlandsvegi við Korpúlfsstaði og það. Þannig að þetta er svona, það er raun og veru betra að vera með biðskyldu þar heldur en að vera með hringtorg upp á það að gera. T-gatnamót eru líka öruggari heldur en krossgatnamót og gangandi og hjólandi færu ekki inn á þessi gatnamót sem að væru þá við nýju tenginguna. Þetta kannski gæti hjálpað að víkstast aftur skjátnum. Má ég spila það bara meitt? Ok, ef að þið setja þarna þvert inn á, þá á að vera biðskylda þar og ef að fólk ætlar að fara úr þessu og upp í Spöng, sem að þið voru að tala um að hana væri styttri tenging og ég meina, þú veist, já, ég einhvern veginn, þú veist, er það ekki komið bara með það sama og verið með þarna við kirkjugarðinn, þetta sé eitthvað svona, já, ekki öfugt. Er ekki öfugt að fólk keyri tilbaka og fyrir ljósin og keyri þaðan upp eftir og þá kemst allavega hana, ef ég skil þetta rétt, ef það á ekki að bæta neinu inn í þennan veg fyrir ofan ljósin. Það má í rauninni segja að gatnamótin, þó þau kannski upplifist sem hættuleg milli Víkurvegar og Hallsvegar, þá hafa þau blessunarlega ekki verið að skila sér í mikið af slysum, þegar maður horfir á slystölfræðina. Þannig að T-gatnamót sem eru vel hönnuð geta verið mjög fín
það verður gert vel og í sjálfu sér hef ekkert miklar áhyggjur af því. Ég datt í hug að gæti kannski verið auðveldara að hafa yfirsýn á hvernig framtíðartengingin ef maður horfir á þetta sem úr sýningu frá stjórnarráðinu sem ég fékk þar. Þá verður að gera ráð fyrir Sundabrautin hérna. Þetta hverfi í rauninni ekki að tengjast beint upp á Sundabrautina, heldur það fer inn á Strandveginn og þá annarkvort hérna, með þessa nýju tengingu fer það undir Sundabraut og hérna inn á Strandveginn og þá annarkvort munið þið þá ef þið farið upp í hérna, Spöngina, farið hérna upp í gegnum Hringtorgið eða upp í Borgarholtsskóla eða farið hérna upp á Sundabraut hérna eða í nýrri tengingu sem tengist yfir á Hallsveg. Já, heyrðu það eru fleiri á mælendaskrá. Valgerður var búin að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk. Ég bara var að taka undir með Önnu. Ég á mjög erfitt með að skilja þetta. Og ég sko, það var nokkur atriði sem ég puntaði svona hjá mér. Mér langar að vita því þarna það að setja sko bara gatnamót og ofan í gatnamót. Það eru þarna mjög stutt í næstu gatnamót og ég veit ekki betur en að þetta sé þvert á það sem til dæmis Vegagerðin að gera þegar hún er að hanna sína vegi. Hún er að reyna að fækka gatnamótum. Þannig að, þú veist, út af slysahættu, eitthvað minni slysahætta í þéttbýlinu ef við erum með gatnamót og gatnamót á svona vegum af því þetta verður aldrei einhverjir 40 vegir held ég þannig. Svo segirðu undir Sundabraut, hvaða, er það ákvörðun? Á Sundabraut að koma í brú þarna yfir þannan veg? Er búið að taka þá ákvörðun? Það er náttúrulega ekki búið að, nú náttúrulega þegar ég kemur svona, nú ég að leyfa ykkur aðeins að sjá hvað er verið að vinna eins og virðist vera, en ég náttúrulega kem ekkert á hönnun Sundabrautar og Sundabraut náttúrulega eitthvað sem nákvæmlega, getum við þess vegna verið að kynna, er þess vegna bara rétt að vera að kynna verkefni fyrir íbúum Grafarvogs á þennan hátt? Við náttúrulega verðum, það er náttúrulega unnið. Ég veit ég er erfið, ég veit þetta er leiðilega spurningar. Leið mig bara svara. Það er náttúrulega alltaf verið að vinna með, við erum alls konar plön í framtíðinni sem eru langtíma og skammtíma plön. Ef við myndum bíða með allar hannanir og allar pælingar eftir að öll framtíðaplön verið tilbúin, þá myndum við náttúrulega aldrei geta framkvæmt því að við myndum alltaf þurfa að bíða. Ef við tala lengi að það hefur lengi verið umræðan Sundabraut, ef maður hefði tekið þá nálgun að við gætum ekki byrja að reyna að undirbúa eitthvað þar til að Sundabraut er komin, þá hefðum við náttúrulega verið að þetta bíða ansi lengi. Hvað var það með fjarlægð milli gatnamóta, þá er ég ekki sammála því að þessi stutt á milli gatnamóta þarna og það gilda svolítið aðeins önnur lögmál þegar kemur að hönnun vega og hönnun gatna. Það er svolítið mikill munur hvort þú ert að keyra út á landi á 90 km vegi eða 80 km vegi eða hvort þú ert að keyra inn í borg. Á sama tíma þá getur verið mjög óæskilegt að við setjum að ökumenn upplifi sig að þeir séu að keyra á landsbyggðavegum af því að þá eykst hraðinn smá saman ef það er ekkert uppbrot í rauninni í umhverfinu og áhrifin af því ef við fyrir að keyra hraðar á þeim, það mun smitast inn í minnigöturnar sem er vel þekkt fyrirbæri. Já, þannig að það að Vegagerðin og þegar við erum út á landsbyggðinni í veghönnun, að þar reynum við að fækka gatnamótum og gera góð gatnamót. Það er ekki alveg sömu lögmálin sem gilda innan borgar en að sjálfsögðu við hönnun gatnamóta þá erum við að reyna að gera það eins öruggt og mögulegt er. Já, Pavel vildi fá bætingur við þetta eða annars eru fleiri? Ég kannski bara leyfi fólki sem eru spurningar að... Já, Valgerður var með smá í viðbót og síðan Árni. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Ég er mjög áttavillt yfir þessari kynningu og hún gerir mig í raun og veru meira áttavillta heldur en ég var áður. Fyrsta lagi myndi ég vilja fá að vita, það er þetta töluvert bretti. Er það ekkert að setja eitthvað strik í reikninginn? Hvað er mikill bretti á þessum nýja vegi? Annað sem ég með, sem þú talaðir Höskuldur, það var, þú sagðir Sundabraut, tengist með Hringtorgi hérna og mér heyrðust þú segja við Strandveg.
ég var ekki alveg að, heyrði ég rétt, eða þá hvernig tengist Sundabraut síðan Strandveg. Ég væri líka til ég að fá aðeins að nánar útskýringar á því, áður en ég held áfram. Takk. Alveg sjálfsagt. Vegurinn hérna upp, hann kemur upp með halla sem var eitthvað með við núverandi teikningar sem halli sem eitthvað rúmlega 6%. Þannig að það ekkert halli til að hafa áhyggjur af. Enn og aftur, Sundabraut er ekki tilbúin í framkvæmd og þetta náttúrulega allt á vinnslustigi og nákvæmlega hversu niðurnælt það fór ég ekki að segja. En við getum til dæmis sagt í þeirra tillögum þá eru þeir að virðist vera að þeir séu að skoða það að við komum með hérna Gullnabrú kemur upp og kemur hérna Strandvegurinn, hérna koma nýju gatnamótin og hérna sem mæti Borgarvegi, þá virðast þeir vera við miða við að skoða mögulega þetta hringtorg hérna sem hefur svo sem alveg verið í umræðinu áður hjá borginni. Og frá þessu hringtorgi verður síðan tengi hérna yfir á Sundabrautina. En enn og aftur, ég ekki að vinna í Sundabrautaverkefninu og sjálfs ekki beint að kynna það, þetta bara meira svo þannig að þið sjá svona heildarmyndina hvernig þetta passa inn í framtíðar áform. Já, Árni, gjörðu svo vel. Heyrðu, já. Takk fyrir þetta. Ég fagna því að þið skulið koma og ræða þetta áratuga gamla mál við okkur. Því það margt í þessu sem áratuga gamalt og þess vegna stakk mig aðeins ef við töluðum að þetta væri óljós hvað við vildum ræða. Ég meina, þeir eru það bara ekkert að fylgjast með því sem að íbúðaráðið að gera, hverfisráðið var að gera og hinn ýmis samtök íbúar og fyrirtækjaeigendur á svæðinu hafa verið að biðja bara ég nefni til dæmis Flatasvæðið, sko. Þessu, ég má kannski skýra aðeins orðum í þarna. Ástæðan svo að ég fékk í rauninni fundaboð það að þið hefðu áhuga spjallum Gufunes og umferðaröryggi almennt í hverfinu. Já. Þannig að í rauninni ég kom inn svolítið með það að það var ekki alveg nákvæmlega sagt að þið vildu ræða þessi gatnamót, þar sé að þessu myndu skildu eða akkurat þetta málefni. Þannig að ég í rauninni kem hérna bara með opið þannig að þið getið rætt við það sem ykkur liggur á hjarta. Bara frábært, sko, en ég meina við erum búin að álykta þrisvar í sumar á móti þessum áætlunum þínum. Hverfisráðið gamla ályktaði gatnamótin, Rimaflöt, Strandvegur og Gufunesvegur og íbúar við Viðarrima hafa marg kvartað. Nú til dæmis málaferli í gangi veit ég hjá lóðahöfum við í Flatahverfinu út af þar sem þeir segja svikin loforð vegtengingar. Ég að segja, sko, það á ekkert að koma ykkur óvart að það sé sjóðandi heitt þarna allt í kring og þess vegna framkvæmdarlega séð, það búið að nefna klúðrið hjá okkur með að útluta íbúðum í Gufuneskverfi og það hvort geta komast þangað fuglum fljúgandi, sko. Það ætti nú bara eitt og sér að vera löðrungur, sko, en það virðist ekki eitt býta. Nú dettur ykkur það eina í hug að tengja það hverfi við samgöngur að búa til nýjan veg frá grunni sem svona þvert á þau lögmál sem almennt eru viðhöfð, það að segja að hafa umferðaröryggi og reynsli, flæði að leiðarljósi. Sko, við höfum þarna veg í dag og það hægt að byrja á eftir að fara að laga hann. Og það tiltölulega einfalt, það hægt að setja göngustíg og ég bara botna ekki í ykkur að við ekki búin að setja göngu- og reiðhjólastíg við hliðina á núverandi vegi því það er mjög einfalt mál. Raunverulega bara að jafna örlít undirlagið og sturta í það efni, þjappa og setja slitlag yfir. Og þetta hægt að gera, eins og ég segja, það hægt að byrja á þessu á morgun. Það hægt að fá verktaka í tímavinnu á morgun að fara að vinna þetta, ákveðin verkþátt sem sagt. Það hægt að fá verkfræðistofu til þess að reikna út magntölur og fá þetta verðboð og verkinu getur verið lokið í apríl. Nú þið að tala að fara í eitthvað sem ekki búið að hanna einu sinni. Þannig ég sé fyrir mér með við þann hraða sem við hefst hjá ykkur og þá sá vegur að klára svona þegar nærtur úr áramótum. Þannig að fólkið í hverfinu á að vera samgangnalaust allan þann tíma í viðbót. Ok, þetta eitt atriði. Annað atriði núverandi gatnamót Rimaflatar, Strandvegar og Gufunesvegar. Og sko þetta eru slysamikil gatnamót, þetta eru vond gatnamót, þau flæða ekki fyrir þá sem þurfa á þeim að halda. Og
við höfum bent á, og þess vegna skil ég ekki af hverju þetta kom ykkur óvart, við erum búin að álykta margótt þetta og meðal annars umferðaröryggisskýrslu sem við gáfum út 2014, að þarna komi hringtorg og við með sér töluðum tvöfalt hringtorg og bæta flæðið frá öllum nefndum hverfum og vegum. Þarna fyllsta öryggis gætt. En það virðist bara ekkert bíta og það virðist bara ekkert vera hlusta og rökin sem þið komið með eru bara, já þau eru bara eins og hjómið eitt sko. Þannig að hvers vegna farið þið bara ekki nú þegar í að gera göng og hjólastíg í þetta hverfi í Gufunesi og að laga núverandi veg og laga í leiðinni núverandi gatnamót sem búið að vera öskra eftir í fleiri ár. Ekki bil, ég kem aftur. Við skulum byrja hérna. Með það að geta hoppað út á morgun og byrja bara að henda niður grús og malbikastíga, þá virkar það því miður ekki alveg svoleiðis. Við þurfum að hanna. Þetta er ekki bara þannig að maður horfir bara út eftir, þetta er alveg töluverðar pælingar sem liggja á því þegar maður er að búa til vega eða samgöngumannvirki. Það er nokkla verið að... Þeir eru búin að hanna hverfi, það mátti ljóst vera að það þyrfti að gera þetta. Þannig að skömminir ykkar verið ekki búin að þessu, þið gætu hysja svolítið uppöngum með því að drífa í þessu og vinna þessa vinnu sem auðveld er og hægt að fara í nú þegar. Takk í bili. En hérna, nú skulum við halda áfram, svo ég fá að svara því sem ég var við að spyrja með. Það er búið að hanna stíg hérna. Ég veit ekki nákvæmlega hvar það er í útboðsferlinu, en við erum náttúrulega skyldu til að fylgja þeim reglum sem fylgja útboð og þess áttar. Við erum náttúrulega líka háð því fjármagni sem við höfum til aðgerð á hverjum tímapunkti. Sjáum til hvað fleira. Varðandi með umferðaröryggi á þessum gatnamótum, það er vissulega verða árekstra þarna, en þessi gatnamót er ekki að koma illa út með við í rauninni önnur gatnamót í borginni og en það vissulega verður gott að þegar þau verða orðin að mestu leyti T-gatnamót og það verður ekki það mikil umferð eða hröð umferð hérna þar sem við erum með umferð í kringum þessi útvegsvæði. Við erum að vinna og við leggjum mjög mikla áherslu á umferðaröryggi þegar við erum að hanna og meðal gatnamót og já, er einhver spurning sem ég er að gleyma sem þú setti fram? Kom ykkur á óvart að það vantaði vegtengingu við nýja hverfi í Gufunesi, kemur ykkur á óvart að þurfa að laga vegtengingar við flatasvæðið, kemur ykkur á óvart að íbúar við Veiðarrima þurfi betri tengingar, kemur ykkur á óvart að stóra útivistarsvæði við Gufunes þurfi vegtengingar. Allt þetta mætist í þessum núverandi gatnamótum sem eru mjög vond, þau flæða illa, þau eru hættuleg, það er slæmt útsýni yfir þau. Og við erum búin að benda á þetta árum saman og við fáum enga áheyrn. Ég veit að það eru málaferli gagnvart borginni frá ákveðnu lóðahöfum á flatasvæðinu sem að sætta sig ekki við núverandi og það sem þeir segja svikin loforð. Ég er að segja hvernig stendur á að þið farið ekki grúndið í þessa vinnu, hlustið á raddir úr hverfinu og gerið þetta þannig að ásættanlegt sé. Í staðis að fara að búa til ein gatnamótinu viðbót sem að nokkuð augljóst er að auka bara á vandan og hættuna. Ég ætla að benda á að nánast allt sorp af höfuðborgarsvæðinu, allt úr Reykjavík og nokkrum nágrannasveitarfélögum fer í Böggunarstöðina sem er í Gufunesi. Þannig það fer fyrst þangað, þar er það bakað og svo fer það í burtu. Þannig allt þetta sorp fer þessi gatnamót og þú ætlar að hafa það bara biðskyldu gatnamót neðan við Brekku. Þannig að Það er ágætt að kemur inn á að þetta slæm gatnamót, það er einmitt hluta því af hverju við reyna að færa það. Varðandi við vegtengingar þá hef ég ekki fylgst með af því að ég var ekki í þessu verkefni á þeim tíma, fylgst með nákvæmlega hver öll sagan hefur verið í skipulagsferli og undirbúningsferli fyrir vegtengingar, en yfirleitt er verið að huga fyrir því á sama tíma og maður er í skipulagi að undirbúa tengingar. En síðan er náttúrulega þarna, þegar verið að byggja upp hverfi að það tekur tíma að byggja þau upp og það kemur ekkert allt strax í miður, kannski ætti að vera, ég þori ekki að segja til það, en það er náttúrulega bara spurningum hvenær maður setur fjármagnið í það. En að setja tengingu hérna að, hvað ég voru að segja, ég þori ekki að segja nákvæmlega hvenær það kom inn að skipulag, hvort það var í upphafi þegar Gufunes skipulagið var sett inn, ég veit ekki hvort þú þekkir það betur, Bjarni. Nei, en Pavel, þekkir þú það? Nei,
Við kannski má bara aðeins að því að veist, ég heyri þetta að það standa kannski smá spjót á okkur ágætis embættismönnum og margt af þessu sem þetta er bent á auðvitað kannski ábyrgð, ekki síst okkar sem erum í pólitíkinni, svo það sé bara sagt og ábyrgðinni sé komið fyrir það sem hérna hún liggur, til dæmis ákvörðun forgangsröðun í hvaða röð farið í vegaframkvæmdir og hvaða forsendur eru gefnar. Og þá langar mig kannski að segja að byggð auðvitað þessu stað, hún auðvitað ekkert ný, það hefur verið byggð þarna í svona tíma en ekki íbúðabyggð. Og ef við horfið kannski auðvitað yfir veginn og hvernig hann lítur út í dag, hvernig hann myndast, þá mótast lega vegar eins og auðvitað þeirri starfsemi sem var hérna áður, sem var auðvitað og fyrst og fremst einhvers konar iðnaður sem þjónar hérna borginni. Þannig að sá vegur sem var lagður þarna á þessum tíma, hann meikaði alveg fullkominn sens sem slík tenging. En svo þurfum við að hugsa aðeins núna, þegar við erum að fá þetta svæði upp sem íbúðabyggð, þá fyrst alveg hvernig er rökréttasta tengingin fyrir íbúana sem þarna munu búa við restina af hverfinu. Og ef við erum algjörlega, ef ég get allavega sett mig í þau spor að vera bara að skoða þetta kalt, þá get ég verið ímyndað mér af hverju tenging sem er meira fyrir miðjum strandvegi er heppilegri frá sjónarhóli íbúa heldur en tenging sem fer alla leið suður að gattunum þar fyrir neðan. Vegna þess að til dæmis ef ykkur á leiðinni í Spöngina, okkur ágæta bókasafn sem er þar eða á einhvern annan stað, þá þarf hann þá að fara mjög langt suður til að komast á leið. Og sama á þá við tengingar fyrir almenningssamgöngur sem hafa svolítið verið til umræðinni og það er búið að koma fyrir pöntunarþjónustustað, en ef að raunin verður svo sem óskað er eftir að það komi venjulegar almenningssamgöngur á þessum tíma, þá er augljóst að það er miklu auðveldara að gera það með þessari vegtengingu sem lögð til heldur en vegtengingunni sem er fyrir. Bara vegna þess að við erum aldrei að fara að búa til mjög rökrétta strætóleið frá Gufunesinu og inn á Spöng ef hún þarf að fara alla leið þarna suður eftir. Þannig að það eru kannski partur af rökum sem líka þarf að taka einhverju leyti tillit til, vil ég segja. Sundabrautin, hún kemur náttúrulega, þegar og ef hún kemur, þá, svo það sé líka sagt, þá er það framkvæmt að þeirri stærðargráðu að ég veit að hún myndi að hafa áhrif á veg- og stígakerfi í kringum hana. En það er það augljóst að vegur sem er lagður til, hann hentar betur til þess að þvera Sundabraut, hvort sem er þá að hún myndi vera í göngum og hann myndi koma yfir eða hún myndi vera upphækkun og hann myndi koma í einhverjum göngum undir, heldur en tenging sem er meira á ská eins og það er bent á. Þannig að ef við verðum algjörlega sanngjörn, þá er þetta ekki órökrétt ef við erum að hugsa þarfir íbúa í Gufunesi, þá er þetta ekki órökrétt vegtenging fyrir þá íbúa. Ég held að við getum alveg reynt að vera sanngjörn hvað það varðar og varðandi uppbygginguna, þá er rétt að vegtengingin komið ekki alveg strax, en ég held að þarna sé flutti núna kannski ég held að sé undir 100 íbúar sem fluttir í þetta hverfi og verða nokkur hundruð, þannig að við erum að byrja samt nægilega snemma til þess að vegtengingin verður góð þegar að þorrin að íbúum fluttir í hverfið, en auðvitað er það alltaf þannig að þeir sem eru allra fyrstir inn í hverfið þurfa stundum að bíða í smá stund eftir því að það komi öll þjónustuna og allt stóðkerfi sem þetta staði. Ég held að fólk þekki það nú alveg og gerir sér svolítið grein fyrir því. Já, takk fyrir þetta, Pavel. Valgerður var búin að biðja orðið og svo Anna. Já, takk. Það er náttúrulega bara vakna ótal spurningar þegar við förum yfir þetta og mér finnst bara margt mjög illa ígrundað í þessari vinnu. Þið verður bara að afsaka mig þó ég segi það bara beint út. Og ég skal kannski að fara yfir það hvað mér finnst hafa verið gerðar einhverju umferðarmælingar þarna. Af því að ég held að gera engan veginn grein fyrir þeim umferðarþunga sem er á þessum gamla vegi. Sem þið í raun og veru að senda núna aðeins lengra inn í hverfið, í raun og veru, það er það sem þið eru að gera, og fara þá niður á biðskyldu gatnamótum. Það hlýtur þá að verða til þess að það stoppar alla umferð sem á eftir sem töluverð líka, sem eru íbúar sem eru að komast líka heim til sín í norðanverðum grái, þannig að við erum stoppuð af sem veldur þá væntanlega meiri mengun. Þannig að ég væri til að vita umferðarmælingar, hvort þær hafa verið gerðar. Þessi gatnamót, gömlu gatnamót, kannski Pavel getur svarað því á eftir, sem þá verið að í raun og veru afleggja, nema þó bara rétt þarna afleggjarinn niður í Gufunesbæ.
Eru þið Pavel að afleggja þennan langa vegbút af því að þarna er ágætis byggingaland? Er verið að fara að fá nýtt byggingaland í Grafarvogi út á þessar breytingar? Mér finnst líka sko að því þetta eru svo miklir þungaflutningar sem er á þessum vegi sem bæði koma náttúrulega frá strandveginum og hinum megin inn sem eru bæði inn og út úr hverfinu. Að fá þú einhver biðskyldu, ég skil ekki lógikina með því að láta þá alltaf að stoppa umferð. Ég veit þetta ofta að verða tafir. Mér finnst það ekki í lagi. En það er svo aftur á móti annað þessi umræða að þeir eru að tala innviðina í hverfinu, en það vildi bara til að Grafarvogurinn, hann beygðist upp á mikið til á tímum Sjálfstæðisflokksins og það var hann að byggja upp þannig og það var náttúrulega bara gagnrýnt mjög mikið af vinstri fólki í Reykjavík að þar komu göturnar fyrst og svo beygði fólk sér húsin, þannig að þá voru innviðir komnir og það var einmitt gagnrýnt af því að það var farið í gríðarlega kostnaðarsama innviðauppbyggingu en hins vegar komu íbúarnir síðan á eftir. Og það er bara eins og ég myndi vilja hafa hlutina. Ef ég væri að fara að bjóða upp á einhverjum að byggja húsnæði þá væri ég komin með göngustíga og ég væri komin með vegina áður en að fólk fer svo að koma sér fyrir. Þetta er náttúrulega bara, svona er þetta bara aðrar áherslur í dag. En ég væri til að vita um umferðarmælingarnar og þessi biðskyldu gatnamót fyrir alla þessa þungaflutninga sem eru að fara þarna fram. Hvernig þá hvort það eru að gera umferðarmælingar og hvort að þau afkasti jafn mikið eins og þau gatnamót sem fyrir eru þarna núna í Flatahverfinu og þar, þau sem eru að afleggja. Takk fyrir spurningar. Höskuldur, má ég kannski bara taka þetta? Ok, en má ég koma eitt punkt rétt áður? Ef maður horfa, hugsum okkur núna, bara tökum okkur út veruleikann sem er í dag. Hugsum okkur að það var alveg nýtt hverf og það væri engir vegir þarna. Teljið þið að maður hefði valið þetta sér lógíska leið að leiða veginn alla þennan krók niður með slæmum vinkil inn í þessi gatnamót fram að þessu svæði eða hljómar ekki nokkuð lógískt að maður myndi reyna að tengja hann upp beint inn á veginn sem tekur við allir umferðinni úr Grafarvoginum. Það er rauninni, það er ekki þessi tenging sem er furðuleg, það er rauninni þessi tenging sem er furðuleg. Og það náttúrulega hefur bara tengst við að hún var gerð fyrir aðra aðstæður og aðra hugsun og aðra þarfir. En nú ætla ég ekki að orði til þín, Bjarni. Já, ég ætlaði rétt mér langaði til þess að koma inn á þetta með umferðarmælingarnar og ég er kannski ekki alveg nógu pólitískur til þess að fara að tala um hvort það sé verið að skapa byggingaland en ég held að sé reynda ruslahaugur undir gamla veginum þannig að sé lítið að fá úr því. En sko, ef ég tala mitt fræðissvið að þá var, þetta er skýrslan frá Eflu, þetta er umferðarmat eða mat á þessum gatnamótum, hvað væri hentugast og þau gerðu umferðarspá fyrir, núna man ekki hvort að 2030 eða 2040 og hún byggir á umferðarspá VFSO fyrir fyrsta áfanga deiliskipulagsins fyrir Gufunes og notaði niðurstöður umferðartalningar á gatnamótum Strandvegar Rimaflætar frá apríl 2008. Við töldum ekki ástæðu til þess að fara aftur og gera nýja mælingu og náttúrulega COVID hefur breytt svolítið ferðahegðun fólks vonandi afturkræft. Þannig að við töldum þetta væri betri tölur til þess að byggja út frá heldur en það sem við myndum fá til með því að gera nýja greiningu. Niðurstaða þeirra var sú að hlutfall þungra ökutækja væri á alla bóga á hámarksklukkustund árdegis og síðdegis bara 2%. Ef ég man rétt þá var þetta samt yfir 10% yfir hádaginn þegar fyrir og eftir hámarksklukkustundurnar þegar það er meiri umferð tengd þungaflutningum þá heldur en eftir. Tekið var til skoðunar bæði biðskyldu gatnamót og síðan mismunandi tegundir af ljósagatnamótum sem voru metin. Núna veit ég ekki hvort þessi skýrsla sé eitthvað sérstaklega útgefin eða ekki, en niðurstaðan var á þann veg, eins og við sjáum til dæmis að
þjónustustigið árdegis til að mynda fyrir þá sem að koma úr Gufunesi D sem töluvert lakara heldur en það sem að myndi fást með biðskyldu gatnamótum. Þar C fyrir hægri beygju og D fyrir vinstri beygju, en í hinu D fyrir báðar áttir. Það svo fáir að fara til norðurs úr þessari greiningu, þannig að við gerum ráð fyrir að þetta sé ásættanlegt til að byrja með. En hvað varðar, þetta var umferðarmælingar og þungaflutningar, þetta reyna að svara bæði í einu. En niðurstaðan var á þann veg að það væri skynsamlegast að byrja með biðskyldugatnamót út af því að þau í raun og veru biðskyldugatnamót afkasta meiru heldur en ljósagatnamót. Út af því að þú ert ekki með rauðan tíma fyrir alla og þú ert ekki með gulan á milli fasa. En þegar umferðarmagni verður meira þá þarf að stýra því til þess að viðhalda góðu þjónustustigi á alla ása. Ég vona að þetta hafi svarað einhverju, Valgerður. Já, takk fyrir þetta. Þetta búið að taka þetta alltaf langan tíma. Við þurfum kannski að reyna aðeins að stytta okkur, en endilega komið spurningar. Anna var með spurningu líka. Ég næst? Ég bara aðeins að pæli á því að Pavel, þú varst að tala áðan að þetta myndi lengja strætóleiðina. Í upphafi allavega hélt ég að þetta ætti að vera þetta var sett upp sem umhverfisvænt hverfi. Og þegar það var samþykkt að gera þetta, af því að nú ég ekki pólitísk og ég bara hugsa þá hljótið að hafa vita að þarna yrði að vera einhver strætóleið og þess vegna finnst mér svo skrítið að sé ekki ennþá búið að gera neitt í þessu. Og núna nýbúið það alltaf verið uppfæra strætóleiðina og núna nýbúið að breyta heilmiklu í strætóleiðinni og ég skil ekki akkur að það var þá ekki gert ráð fyrir þessu hverfi í því. Þannig að ég get aldrei séð hvaða rökurinn með því að það sé verið að búa til nýjan veg út frá fólkinu sem býr í þessu hverfi. Myndu þið vilja búa þarna og vera búin að búa þarna og það engar samgöngur og þetta selt sem gott hverfi til að búa í ef þú vilt ekki vera með bíl til dæmis. Þannig ég sé ekki akkur má ekki bara reyna að ok, á meðan að vera byggjubannan ég veist ekki hægt að koma með einhverja lausn þá allavega ef að þið vilji fara endilega þá leið og ekki tilbúnir að skoða og samþykkja neitt nema bara það sem þið eru búin að ákveða hvort sem að það til hagsbóta fyrir hverfið ekki, það bara finnst mér finnst bara óforsónalegt að fólk get ekki komið skamlaust til og frá þessu hverfi. Já, ég veit ekki hvort vilji svara þessu eða hvort að að taka fleiri ábendingar og spurningar. Mér langar bara að segja að það náttúrulega nýbúið að setja á fót pöntunarþjónustu inn í hverfi fyrir sem þá strætó og pöntunarþjónusta, þannig að hverfi náttúrulega það fámennt ennþá að það ekki forsvaranlegt og það verður líka stundum að vera svarið frá okkur sem höldum umbutuna að bjóða upp á rauninni fulla strætóþjónustu sem keyrir eftir áætlun nokkur sinnum klukkutíma því að það mun kosta margar milljónir og við verðum bara að forgangsraða þjónustuna þar sem íbúarnir eru flestir og það almennt séð nokkuð góð dekking í Reykjavík en á þessu stað það er lausnin núna pöntunarþjónusta sem við settum í einhverjar held í 5 milljónir á ári nýlega til að tryggja. En það sem ég sagði hins vegar að ef við ætlum að búa til góða strætótengingu inn í hverfið þá það auðveldara með rökréttari vegtengingu. Almennt það þannig að almenningssamgöngur þær fíla betur svona nokkurn veginn beinar tengingar heldur en það þá þú ert að fara í mjög mikla króka vegna þess að farþegarnir eru lengur á leiðinni og gefast upp. Þannig að út frá hugmyndunum almenningssamgöngur þá þessi leið betri. Þess að það gefur upp betri möguleika þjóna hverjum vel með almenningssamgöngum. Svo getum við haft skoðun á því hvort að þessi einhver aðri kostur á móti en þetta klárlega kostur hvað það varðar. Kannski þetta varðandi þetta vist og bíllausa þá var kannski ekki þannig að Reykjavíkurborg sem slík hafi verið að auglýsa að þarna væri hverfi sem þú gætir búið í án þess að eiga þitt eigið ökutæki. Hins vegar
var einn af uppbyggingaraðilum sem ákvað að kynna hverfið svolítið með þeim áherslum. Án þess að það hafi kannski komið endilega af hálfu borgarinn. Að því sögðu þá viljum við auðvitað þjóna hverfinu vel með almenningssamgöngum og þessi tenging eykur líkurnar á því. Ég man ekki og ég þekki ekki og var ekki hér til staðar í borgarstjórninni þegar að það var farið og hvort að þessi tenging hafi komið til tals þegar að hugmyndir byggja upp íbúðir í Gufunesi hafi fyrst verið borið að koma. Ég bara játa, ég man það ekki. Ok, takk. Valgerður, þú varst með einhverja smá ábendingu? Gjörðu svo vel. Já, ég bara, við losnum svo illa við mig, það bara þannig. Ég hjó eftir því að þið töldu að það þyrfti ekki að telja upp á nýtt. Talningin væri frá 2008 og ykkur hefði fundist það bara að vera gott, en ég verð að benda á það, síðan 2008 þá hefur mikið gerst í norðanverðum Grái. Það hefur til dæmis verið gríðarleg uppbygging við Spröngina og fjölgað mikið íbúum og nú bara var Pavel og hans meirihluti að keyra í gegn breytt skipulag og það eru þéttingarreitir hérna. Ég veit ekki hvort það verið hjólað í það að byggja á þeim 1 og 3, en þeir eru vissulega og mér finnst og að þegar við erum að gera vegtengingar að við verðum að huga á þessu. Bæði hvað er framundan og náttúrulega hvað er búið að vera gert sem síðasta talning var. Þannig að í þessi, sko það sem að ég á við með því er það að ég er hrædd það að því þetta er byggðskiptu gatnamót að þarna myndist bara einfaldlega tappi. Þetta lokar algjörlega hérna inn í Grafavoginn og ef að Sundabrautin á svo að tengist í Strandveg þá kemur partur af þeirri umferð væntanlega upp í Grafavog líka, þarf að fara framhjá jafnvel þessum gatnamótum, þannig að það verður tappi í báðar átt. Og þá sitjum við hérna föst sem erum að reyna að komast inn og út úr annars mjög rólega hverfinu okkar. Við getum sagt í rauninni við, greip ég fram fyrir einhverjum eða? Nei, ekki svo vel. Hérna, þegar við vinna, þarna var talning, gömul talning, við erum alltaf að reyna að horfa fram á við og hvað er skipulagt framundan í gatnakerfinu, hvað eru mögulegar þróanir í gatnakerfinu og það er náttúrulega alls konar hugmyndir sem eru í gangi sem að sumar verða veruleik og aðrar ekki og við erum að fylgjast með hvernig breytist bæði ferðahegðun fólks og líka búseta og við erum náttúrulega stöðugt með spálíkun fyrir umferð fyrir alla borgina og svo náttúrulega byggjum við líka á reynslu okkar á kunnáttu. Þannig að talningar þó það séu mjög góðar en til dæmis eins og síðustu 2 ár þá hafa talningar verið mjög óvenjuleg umferð skulum við segja. Eins og við höfum bara fundið þegar við erum að keyra á götum borgarinnar. Já, þannig að við erum alltaf að reyna að nota þau bestu gögn sem við höfum. Og rétt til þess að bæta við að þá voru náttúrulega eitthvað sem ég sagði ekki á sínum eða þarna þessar tölur voru auðvitað uppfærðar miðað við uppfærða umferð á höfuðborgarsvæðinu. Já, takk fyrir þetta. Næstur er Árni en svona áður en hann byrjar þá ætla ég kannski að spurningum að loka kannski í mælendaskránni meðan Árni talar þannig að við þurfum svona kannski að reyna að fara að ljúka þessu klukkan nálgast er orðin 6:30 en gerðu svo vel Árni. Já, takk fyrir þetta. Þegar að gera lítið úr að þessi slys á þessu gatnamótin, ég tók að ganni mínu bara núna 12 ára tímabil, tók saman gatnamótin, bæði Hallsvegar gatnamótin og Viðarrima gatnamótin og það eru 143 slys á þessu 12 árum, óhópa slys. Þannig að það er eitthvað til þess að hafa bak við eyrað, Ein spurning, hvenær áætluð verklok á þessari vegtengingu? Og þá er ég ekki að tala um göngustíg, en þá er ég að tala um vegtenginguna. Í mínum huga er hægt að gera göngustígi mjög hratt. Annað líka, það er margt sem við höfum á fleiri fundum en færri komið með ábendingar og ályktanir úrbætur á göngustígum, gönguþverunum og hinn og þessu. Ég fagnaði því sérstaklega og við bókuðum það á fundunum núna það ekki verið í september, að þá var loksins búið að setja merkingar á gönguþveranar fyrirbæri sem er á Hallsvegi á Mósu Austurfold. Hún var nú ekki gæfulega það að hún var á vörubrettum og ég bókaði sérstaklega að ég ætti nú vona á að þetta væri bara bernskubrek og yrði fest og lagað. Svo er náttúrulega vetur og þessi blessuðu vörubretti eru búin að vera fjúkandi borg og bí en borgin er búin að leysa þetta með því að fjarlægja þetta. Nú spyr ég
haldið þið að við séum að grínast með því að óska eftir að gönguþveranir og göngustígar séu lýstir upp? Og það eru börnin okkar að labba þarna í skóla, börnin okkar að labba í íþróttir, tónmenntir. Það er allast til þess, bæði af borgaryfirvöldum og foreldrum að reyna að ganga og hjóla. En er þetta þá ykkar svar við því að lýsa valla einustu gönguþverun, mála ekki lengur bara brautir, það er einhver furðuleg andstæða við það, og setja ekki upp eina einustu merkingu, og þegar loksins búið að setja upp merkingu á ruggandi vörubrettum og þá eru fjarlægð. Bara, ég vil fá skýringa á þessu, takk. Já, þú skulum byrja með eins og með Hallsveginn, þú byrjar að tala um slysstörfræði, nú ég að horfa á slysaskrá þar, og svo ég sé ekki að setja upp á skjáinn. Það ekki bara snýst fjölda árekstra. Málið það fullt af stöðum þar sem hefur rosalega mikið árekstrum, þar sem bílar beyglast og þó svo að það sé pirrandi og þreytandi fyrir okkur sem vegfarendur, þá blessulega séð hægt að laga bílarna okkar yfirleitt. Við horfum meira á það sem fólk slasast og þá sérstaklega fólk slasast alvarlega og missir líf sitt. Og þess vegna til dæmis þá getum við haft ein gatnamót sem með mörgum slysum, jafnvel fleiri slys en önnur, en aðstæður gera það að verkum að slysin eru alla jafna ekki, að minnsta kosti ekki alvarleg og ekki líkleg til að valda meiðslum og þá forgangsráðum við meira. Vill maður geta gert meira í umferðaröryggismálum í borginni, þá get ég alveg sagt að ég get gert eitt alveg óhuggulegum fjármunum í það, en það bara því miður takmarkanir fyrir hversu mikið við getum gert. Næsta spurning var einhverja tímabundna palla og gönguþverun á Hallsveginum. Nú ég viðurkenna að ég veit ekkert þessa palla hvað það hefur verið. Það má segja að Hallsvegur tilheyrir í rauninni vegagerðinni, en við erum alltaf nokkru umræðu hvernig að bæta hana. En varðandi það að við séum að taka aðgerð til að bæta öryggi, þá má nefna að Grafarvogur var sá hluti sem fékk mest fjármagn í aðgerðir í fyrra í öryggisaðgerðum borgarinnar og þar alveg mikil áhersla á gönguþveranir og tryggja öryggi gangandi vegfarenda og barnanna ykkar og okkar. Við það notum við ýmsar leiðir, við bætum lýsingu, við setjum hraðlækkandi aðgerðir og við vinnum út frá bara þeirri kunnáttu sem vísindaleg kunnáttu sem til öryggi. Stundum setjum við gangbrautir en við veljum það frá mörgum öðrum þáttum því að það stundum til fólk að gangbraut sé maður getur mála bara yfir og þá þar með séu við bæta öryggið. Það ekki alveg svo einfalt því að það getur gangbrautir geta það að mála getur haft neikvæð áhrif, þannig að yfirleitt reynum við þá að taka aðra aðgerðir til að tryggja öryggi og það byggist bara á vísindarannsóknum og vita hvernig við vitum hvernig hegðun og umferðaröryggi virkar úr rannsóknum út á öllum heiminum. En gangbrautir eitt af því sem við notum og við notum við bætta lýsingu og við erum á fullu að reyna að laga margt í Grafarvoginum en þar eins og í öðrum borgarhlutum að það margt sem við þurfum að gera og margt sem við viljum gera en við reynum að forgangsraða til að ná sem mestum árangri. Takk fyrir þetta, við komumst nú ekki mikið lengra með þetta. Árni vill fá að skjóta einhverju inn, örstutt þá og kannski ef að Pavel vill klára þetta eða einhverju í lokin, takk. Bara örstutt, svo rétt sér rétt, að við höfum Grafarvogur fengið mest. Það var gert sérstakt átak til þess að reyna að friða íbúa og foreldra í norðurhluta Grafarvoginum sem að mótmæltu ákaft með undirskriftalistum, fundahöldum og fleiru niðurlagningu Korpússkóla. Niðurstaðan var svo að eyða fé í göngustíggerð sem vel, en það tilheyrði ekki sérstöku átaki til umferðaröryggis í Grafarvogi, heldur var það aurar sem fylgdu þeim kostnaði við að sameina þessa skóla, bara svo að rétt sé rétt. Svo að rétt sé rétt, þá ég verð að svara þessu. Þær aðgerðir, þær tilheyrðu fyrra árin áður. Ég að tala síðasta ár sem að tengdust í rauninni ekkert sérstaklega korpusskólaflutninga því, heldur þeim aðgerðum þar sem við vorum að raða umferðarpeningunum okkar og öryggispeningunum okkar á alla borgina og þannig að þá fór mikil áhersla á Grafarvog. Það var ekkert sniðið sérstaklega Grafarvog og það var bara það að við reynum að forgangsraða það sem við teljum að skili sem mestu. Ok, takk fyrir þetta. Vill einhver bæta einhverju við þetta af ykkur frá borginni eða?
Það Mér langar bara að þakka fyrir mig, sko, það er bara tímasetningar, þá veit ég að Stígurinn hefur farið í útboð eftir því sem ég sé, sko, og það er alltaf gríðarlega brýnt að bæta þær tengingar. Ég hef nú heyrt að þær allavega ekki heyrt, sko, mikið út af það sett og fyrir það er ég náttúrulega þakklátur því að það er mjög nauðsynlegt fyrir íbúa þarna að geta komist betur upp á Strandveg sem býður líka upp á möguleika góðri strætótengingu í framtíðinni þegar við setjum þá líka upp biðstöð þar sem gefum góða tengingu við almenningssamgöngukerfi borgarinnar. En ég hef alltaf skilning á ólíkum sjónarmiðum og eins og þessari tengingu sem ég get alveg séð sjónarmiðin á en af sama skapi þá er það þannig að okkar sérfræðingar hafa aðeins farið yfir og reynt að meta það hvaða tenging það er sem þjónar þessu hverfi núna best og ég held að það sé alveg góð rök sem knýja að því líka en að sama skapi skilji það að sjónarmið þessum málu og öðrum geta oft verið margskonar. Heyrðu, takk fyrir þetta. Það er allavega sjónarmiður, við erum búin að koma allavega sjónarmiðum ýmsa í borðráðinu á framfæri og ég vil nú segja að ég er allavega mikið fróðari þetta og ég kaupi nú að vísu kannski að sumu leyti ykkar rök fyrir þessari nýju vegtengingu, kannski andstætt öðrum hérna í ráðinu. Og ýmislegt annað mætti betur fara, þá skilja mörglega þessi rök fyrir að hafa þennan veg hérna styttri og nær spöngin og allt það. En bara takk fyrir að koma hérna og hlusta á okkur og þið heyrið að það eru svona sterkar skoðanir eins og þarna og þið kannski svona hafið þar á bakvið eira þegar þið eru að klára þetta og ýmislegt annað sem var bent á hérna. Takk kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Takk kærlega. Heyrðu, þá er þessum liði lokið og þá er það liður 3. Svar við fyrirspurn íbúar á Skráarás almenningssamgöngur og tengingar við Gufuneshverfið. Það er til framlendingar. Þú ert með það Heimir, eða ekki? Við þurfum kannski að reyna að gera þetta allt í hratt. Já, hérna kemur svar við ykkar fyrirspurn. Já. Þetta svar hefur legið fyrir í fundagögnunum núna í heila viku, það er spurning. Formaður. Já. Ég veit ekki hvort einhver hefur athugasemdir því að Valgeir er búin að boða einhverja bókun, er það undir lið 2 þá eða? Já. Er einhver athugasemdir við þessa framlagningu hérna? Segir þetta ekki allt sjálft þessi umsögn eða vill einhver tjá sig hennan lið 3 eða? Ef ég mætti spyrja, því að ég þekki það ekki, þú veist, að því nú er þessi pöntunarþjónusta komin hana sem er bara gott og vel og íbúar geta notfært hana en að því að ég tek nú mikið strætó líka og ef ég ætla að fara í Gufunesið, hvernig kemst ég þangað þegar á Sprenginni? Kemst ég þangað? Nú veit ég ekki hver getur svarað þessu. Það er kannski ekki. Það er bara valið pæling, sko. Ég hef hugsað. Þarna býr orðið fullt af fólki og mér langar að fara í barnaafmæli þarna hjá vinkonum minni sem á hana 6 ára gamalt barn. Já. Við láta spyrja Pavel þessar spurningar á hann fór á hann en það er spurning hvort þetta er bara fyrir þá sem búa hana en það er rétt, þetta er. Strætó þarf að virka báðar áttir, það er nú bara þannig. Þetta er greinilega dálítil svona bútalaust sem hefur verið sett þarna upp. En vonandi verður þetta komið til betri vega fljótlega. Heyrðu, já, ef ekki að segja þessum lið lokið og fara yfir í lið 4. Útskrift úr gerðabók skipulags- og samgönguráð fyrir Gufunes. Samgöngutengingar til það er lagt fram hérna. Já, þið fáið þetta svo sem þið þekkið þetta þið sendir umsögn og þetta svo sem á sínum tíma og þá fáið tilbaka útskrift staðfestingu á því ákvörðun skipulags- og samgönguráðs. Já. Gætir.
Vill einhver eitthvað tjá sig þetta mál eða er þetta bara afgreitt? Það eru búin að renna yfir þetta. Heyrðu, já, þá er það 5. liður, vetrarþjónusta Reykjavíkurborgar í Grafarvogi. Og það er kynning líka hérna. Já, ég tek boltan þar, mér var falið að fara yfir hvernig staðið að þessari vetrarþjónustu og setti inn hérna ýmsu tengla. Ef við byrjum á fresta þessi, ok. Ertu að biðja fyrirgefðu, Valgeir, ertu að biðja að fresta? Já, ég var bara af því að þú varst, já, af því að þið voruð að hérna svona biðja okkur að flýta síðasta máli og værum að vera knappt á tíma, þá er þetta þannig liður að hérna, mann langar til að spila spurninga og tala ansi mikið hann líka, sko. Þannig að ég var bara að spila hvort það er ekki að næsta fundi og geta þá bara tekið hann almennilega. Bara leggja þetta undir ykkur. Það mér að sásökulausu. Ég ger allavega ekki athugasemdir við það, að fresta lið 5 þá með vetrarþjónustuna, við getum tekið bara fyrir á næsta fundi. Ef engin hreyfir mótmælum, þá gerum við það. Ég mótmæli því ekki. Ok, þá bara frestum við þessum lið. Tökum það bara upp á næsta fundi. Þá er það 7. liður, það er fundadagatal til VOS. Við vorum búin að fá listi við það líka. Það hefur verið 1. miðvikudagur í mánuði. Og hérna, við erum nú stadd núna 2. febrúar og síðan er þá verið að tala um 2. mars, 7. apríl og 4. maí. Gerir einhver athugasemdir við þessar dagsetningar? Nei. Svo er ekki, þá bara... Aldrei neitt gerast hjá manni. Þá telst það bara samþykkt. Þá er 7. liður, málefni hverfisins. Ég veit ekki hvort einhver með eitthvað mál, ég er með 1 mál sem að barst hérna okkur í hendur, en því hvort ég á að nefna það aðeins hérna, við fengum hérna erindi frá Fjölni. Þannig mál með vexti að Fjölnir hefur séð um íþróttastarf í Bryggjukverfinu, samkvæmt samningi við Reykjavíkurborg, og nú eru fyrirhugaðar uppbygging á Höfða, í Höfðakverfinu, sem er svona á teikniborðinu, og hérna, þetta var einhvern veginn búið að eyrnamerkja þetta nýja hverfi Fjölni að einhverju nafninu til, og síðan var haldinn fundur hérna þar sem að íþróttafélög sem liggja að þessu svæði fengu að kynna sínar hugmyndir. Það voru sem sagt Fjölnir, það var Fylkir, það var Ármann, Þróttur og Víkingur, hvernig þau sæju fyrir sér íþróttauppbyggingu í hverfinu og nýtingu á mannvirkjum og fleira. Síðan var fundur í Íþrótta- og tómstundaráði, menningar íþrótta- og tómstundaráði heitir það víst, síðastliðinn mánudag, eða sérst fyrir viku, í síðustu viku, þar sem að Íþrótta- og tómstundaráð leggur til að þetta hverfi verði, sem sagt það verði Þróttur Ármann sem muni fá þetta hverfi sem íþróttakverfi og þeir muni þá líka taka yfir Bryggjukverfið í framtíðinni þegar það verður búið að byggja upp skóla og íþróttahús í Bryggjukverfinu. Og þessu mótmælir Fjölnir að sjálfsögðu. Var svona að vildi að þetta er kynnt hérna í íbúðarráðinu. Vill einhver sjá sig þetta? Ég er að velta í fyrir mér, sko, að því að þetta hverfi, þetta er svo fyrirleitt með þetta hverfi hérna, það virðist vera togað í allar áttir. Ég fór nú aðalega að hugsa þessi börn sem eru í íþróttum og þau eru í skóla í Grafarvogi. Mér finnst vera svolítið að tengja þau frá hópnum, þú veist maður það líka að hugsa hvar vinahópurinn er, hvar skólasystkinin eru. Þannig að þetta hvað kemur í framtíðin og það er auðvitað alveg gríðarleg uppbygging, en á meðan að það er ekki grunnskóli hér og þannig að það er ekkert sem að tengist þennan hóp við, hvað maður að segja, þetta Laugarneshverfi, það ekki, eða þarna Vogahverfi og það.
Nýja Vogahverfið, já. Já, Nýja Vogahverfið, ekki eins og staðan í dag. Ég var nú bara aðalega að hugsa þessi börn sem eru kannski allir vinir í þarna í skólanum í Grafarvogi sem skiptist þarna, aldur skiptist líka. Hvort að þetta verði ekki bara til að tæta þau ennþá meira. Svo ég grípi aðeins inn í það getur alveg verið sko, en það náttúrulega stendur ekki til að gera þetta fyrir en eftir að það þá búið að byggja upp einhver íþróttamannvirki og skóla í Bryggjukverfinu. Þetta með því stækkun sko, en ég svo sem get alveg stutt það að Fjölnir fái þetta hverfi og Höfðan líka, en ég veit svo sem ekki hvað sjónarmið á bakvið þetta var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum í Íþrótta- og tómstundaráði að vísa því til en bíða með Höfðan. Það sem sagt Höfðin, það ekki búið að úrskurða hvað á að gera við Höfðan eða Íþrótta- og tómstundaráði, það að gera það á næsta fundi. Ég veit ekki hvort að það það fylki sem að sækjast eftir því eða hvernig þetta eða ég þekki ekki þessa pólitík á borginni með stærð á íþróttakverfi með annað slíkt, en í hvort við hefum eitthvað að álykta til stuðnings Fjölni í þessu máli eða hvað með vilja gera. En orðið laust þú að... Nei, ég fór bara að velta, ég finna auðvitað það þetta á eftir að breytast mikið og hvað framtíðin verður ef að þetta kemur inn á skóli og skóli minn og skólinn og það sem að því fylgir minni tilheyra Vogabyggð. Ég veit að það allavega hugur íbúa hér með það að koma til með að tilheyra því hverfi en eins og staðan í dag, það spurning hvað tímaramminn á þessu, hvenær verið að hugsa þessa breytingu og svo líka, það getur líka vel verið, ég meina þetta að eldast mikið kannski hluti á Vogahverfi, ég þekki það ekki bara, það einhverjar fjöldatakmarkanir eða hvernig það Heyrðu, já, Valgerður var búin að biðja orðið líka. Já, takk, ég tek bara undir þegar Berglindi maður átti sig ekki alveg á þessum tímaramma. Fyrir fyrsta finnst mér náttúrulega af því að ég veit að Fjölni með samning við Reykjavíkurborg og sá samningur svolítið miðaður út frá hverfisskipulaginu og eins og staðan í dag, þá Bryggjukverfið tilheyrir þessum hverfishluta okkur í Grafarvogi og eins með Höfðan. Þannig að ég er allt í einu verið að fara að hugsa þessi hverfi út frá einhverjum öðrum íþróttafélagum. Mér finnst það furðulegt og svo finnst mér náttúrulega líka sko, ég er alltaf að hugsa innviðauppbyggingu því ég verið svo mikið með þessum miklumálum út á skólum. Erum við þá að fara, að því við höfum náttúrulega alveg gríðarlega flott mannvirki hérna í Grafarvogi og erum fjölgreina félag. Ég held ég sé ekki að ljúga því að segja að við séum eina félagið í Reykjavík sem býður upp á mesta þjónustu við börn sko og getum bætt við okkur börnum alveg lengandi, það ekkert mál. Þannig að ég myndi vilja fá bara þetta aðeins, hvort að við getum kannski fengið einhverja kynningu á svo næsta fundi. Mér finnst þetta skrítimál. Heyrðu, já, ég styð það bara, við fáum kynningu á svo næsta fundi. Er það ekki bara góð hugmynd? En Hákon, ég tek undir líka það sem að þú sagðir að setja eitthvað til stuðnings Fjölnis frá ráðinu. Já, ef við að gera einhverja litla bókun þetta. Getum gert litla bókun, við getum líka fengið óskætti kynningu á þessu. Já, það er kannski bara best að fá bara kynningu á næsta fundi og... Ég held að sé sniðast að fá kynningu. Já, og þið getur rætt, ég hef spurt var nú aðeins í sambandi við einn borgarfulltrúa sem í þessu Íþrótta- og tómstundaráði og ég skilst bara að það hefur verið svona mjög mikið, það hefur bara verið mörg félög sem að sækjast eftir í að fá þessi hverfi sko og þetta hefur verið eitthvað mat og ég á nú eftir að heyra þess í Íþrótta- og tómstundaráði líka með þetta. En það verður ágætt að fá bara kynningu á næsta fundi og fá þetta á hreint. Varst þú? Já, fyrirgefðu. Heimir, gerðu svo vel. Bara með hliðsjón á Bryggjukverfinu og fyrst við erum að ræða það hverfi út af því að við höfum svo sem áður leikið okkur örlítið á það að þeirra sjónarmið hafa ekki komið á framfæri. Vitið þið hvernig hugur þeirra stendur til þessa máls? Til dæmis íbúasamtökum þarna eða íbúa? Væri ekki sniðugt, ég sé að þú er búin að bíða alveg heilengi eftir orðið, en væri ekki sniðugt að fá þarna formann Bryggjuráðs kannski á fundin eða á að vera kynning og honum verið boðið bara sem áheyrnarfulltrúa og gæti þá komið fyrirspurnir á næsta fund þegar þessi kynning verður. Ég held að Bryggjuráð ætti að koma þarna aðeins inn í. Ég held að það sé góð hugmynd. Heimir tekur þetta niður og Anna gerur svo vel. Takk.
Þú varst nú Ég orðin, er bara, af því að ég er ekki íþróttakona, sko, en er ekki bara félagafrelsi í hvar sem ég býð, þá get ég ekki búið, þá ég búið í Grafavogi, ég get ekki verið í KR eða hvernig er þetta eiginlega? Þú veist, ég skil alveg þegar verður komið skóli, þú veist, eins og upp á Höfða, að þá náttúrulega þurfa að geta börnin og Bryggjuhverfi og ef það er komið skóli þar og einhver tenging, að þá kannski er þetta öðruvísi, kannski er þetta svolítið fljótt af stað farið að ákveða eitthvað svona þegar það er ekki einu sinni, sko það er ekki búið að gera neinn mannvirki eða neitt þannig, eða er ég kannski bara að vaða í vill að sveima hérna í Grafarvoginum. Nei, en kannski vilja mér nú vera á undan, stundum er mér nú eftir og núna vilja mér kannski skipulegja eitthvað fram í tíman, en hérna auðvitað félagafrelsi, en það er náttúrulega erfitt fyrir yngstu krakkana að vera að velja sér félag í öðrum hverfum, það þarf þá að skuttlast, þannig að það hlýtur nú að hafa alltaf að segja. Já. Heyrðu, já. Hérna... En er ekki líka bara að fara annað í skóla? Ná. Já. Heyrðu, eigum við þá að afgreiða þetta svoleiðis að við fáum kynningu á þessu næsta fundi bara og hérna og fáum líka hérna íbúa í Bryggjuhverfinu á þann fund eða fulltrúa. Já, formann íbúðaráðs, já. Formann íbúðaráðs Bryggjuhverfisins, já. Það væri mjög flott. Heyrðu, þá er það, já, það var með fleiri mál. Varst þú ekki með annað mál, Valgerður? Það var varðandi nýtt aðalskipulag og þá þéttingarriti sem við verðum að koma með hérna í Grái. Ég veit ekki hvort þið hefur kynnt ykkur það, en ég held að væri frábært að við getum fengið líka kynningu á því. Ertu ekki að meina þarna við Rimaskólanum? Jú, akkurat það nefnilega. Já, ég myndist það er einhver Facebook-grúpa og ég er búin að vera að fylgjast með því. Já, ég held að það sé bara góð hugmynd að fá kynningu á þessum þéttingarritum og hvað er svona fyrirhugað að gera og ef mér hafa einhverju útlitstekningar að þessu, þá væri það gott. Yes, Árni, þú ert með orðið? Já, bara, sko, varðandi fundina, ég er svo fastur á því að við höfum fundina í hverfin okkar og ég bara furða mig svolítið á því að það skulle alltaf vera vandamál með við fjarfundabúnað, ég bara botna ekki í þessu, þetta kostar klink, þannig að, sko, hvað segir Heimir, getur ekki borgin keypt fjarfundabúnað, þannig sé þetta að vera upp í Miðgarði með fundina, þú veist, þetta er mjög spes. Já, það er svo sem gert ráð fyrir því að þessi í uppfærum tillögum stýrihópsum íbúðaráði, að það verði færanlegu fjarfundabúnaðar sem myndi að fylgja þegar ráðan fara að funda út í hverfunum. Ja. Og það er gert ráð fyrir því. Það er hins vegar ekki búið að afgreiða þessi tillögur ennþá. En við höfum verið upp í þjónustumiðstöð hingað nokkrum sinnum. En við vorum bara, þegar boðað var til fundir hans fyrir viku síðan, þá vorum við bara í ákveðnum fasa í þessu COVID-ástandi. Þannig að ég get ekki svarað fyrir það hvernig er með fjarfundabúnaðinn upp í Miðgarði, en hann er allavega með þessum hætti akkurat núna. Já, ég bara velta verið með, getum við ekki bara ítrekað og skorað á Reykjavíkurborg að koma þessum málum í lag. Þetta er ekki stór kostnaður, þetta er kannski 100 áskall, ekki það, kannski 50 áskall, sko. Þannig að fundi geti verið með eðlum hætti í hverfinu, sko. Við erum ekki að fara niður ráðhús klukkan 5 á miðvikudegi, sko. Það er ekki að fara að gerast, sko. En er þetta ekki allt í lagi eða svo lengi þegar það er ekki einhverjar nándarreglur út af samkomubannum? Er þá ekki aðstæðan hann upp í Miðgarði bara í lagi, sko? Jú, hún sleppur í alla jafna eins og við vorum fyrir árum. En það væri svona ágætt að huga því að fá betri búnað, ég er sammála því, og stærra rými ef margir mæta á fund hjá okkur út af einhverju. Heyrðu, já, þessi athugasemd er komin allavega fram. Er einhver með eitthvað fleira? Það var einn bókun, já, var það ekki, Valgerður? Eða... Ég er að sjóða hana saman. Já. Ég bara hitta þetta það var afhverju lagi. Ég myndi halda það að sé að sigla í það með andan í þessu öllu saman.
Ef ég skildi, ég var reynd að túlka að heyrist alltaf illa í þér. En þú fagnar alveg. Jú, það var akkurat. Já, ég Erum var við að spyrja farin það. úr Mig beinni langar- útsendingu? Við erum ekki farin úr útsendingu, nei. Viljið þið fara úr útsendingu? Það er kannski, já, er þetta ekki bara... Bara göngum við frá fundigerð. En hérna, já, ég veit ekki hérna með Fjölni hvort við eigum eitthvað, þeir eru svona, við óskum eftir stuðningi íbúarráðs í þessu máli og hérna, það er svo sem ég veit ekki hvað þeim að gera, þeir eru búin að biðja fund með ITR og fleirum sko, þannig að ég veit svo sem ekki hvort við erum Er nokkuð hægt að veita stuðning fyrir búið að fá almennilega kynning á hlutunum? Nei, ég held að það sé kannski erfitt, sammála því. Svo líka fyrst ber að við þurfum að heyra frá Bryggjuráðinu, sko, hvað, þú veist, hvernig þeir hugsa. Sammála því. Já, þannig að við ekki býða með þetta svona. Jú, það er nær lýðræðið, ég er sammála því. Já. Færa þetta til fólksins sem skipt máli, það er það hvað þau vilja gera. Það er einhvern veginn bara... Ég verð nú að segja með þetta, að því við erum komin bara í svona spjall og enginn er... Við erum ennþá í loftinu, sko. Við erum ennþá í loftinu, fyrirgefðu. Viljið við fara úr loftinu eða viljið við vera áfram í loftinu? Er ekki klukkan árið 7, bara ekki fundið lokið? Já. Ekki nema, já. Ef einhver mótmælir því ekki, þá ef við ekki bara stoppa útsendingu. Jú. Er útsendingu lokið?